1, 2 og Já, 3. það bara svoleiðis. Komið sælir og blessuð. Áhorfandi góður verið velkomin að tækjónum. Það ekkert annað en það 50 leikur í úrslitakeppninni í íshokkí árið 2023 og hér það Skautafélag Reykjavíkur sem í heimsókn hjá Skautafélag Akureyrar, Víkingunum. Við erum komin á heimavöllinni í innbæinn hjá Víkingunum og síðasti leikur þessa árs eða þessa tímabils að fara að byrja. Ég heiti Elvar Jónsteinsson, með mér hinn hundtryggi Ágúst Ásgrímsson, yfirbóndi Eyjafjarðar og við ætlum að lýsa þessu eins vel og auðið Gústi minn, hvað segirðu? Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta bara, við fáum hérna 5 leiki í úrslit sem náttúrulega bara magna fyrir íþróttina. Já, sem stórkostlegt sko. Það bara eiginlega ekkert skemmtilega heldur en að fá 5 leiki sko. Það bara, nú það bara að döða að drepast. Reykvíkingarnir eru komnir með fulla stúku hérna að sunnan sem til fyrirmyndar og það það sama hjá Víkingunum. Það eru komin nú þegar yfir 1000 manns í höllina. Já, það bara fullt hús og meira en það. Það bara svoleiðis. Þannig að hérna, þetta stefnir í alveg svakalega rimmu. Ég fór niður á hann og tók aðeins örlítið viðtal við Gulla og Rúnar F. Og þeir voru báðir bara mjög léttir á því. Athyglisvert, ég spurði Gulla hvað þyrfti til að sigra leikinn í kvöld og Gulli sagði að það úthaldið sem sigra leikinn í kvöld. Athyglisvert. Já, ég get bara verið sammála því með að við eins og bara síðasta leik sem SA tapaði hana á gullmarki. Þá náttúrulega mætti of mikið á fyrstu línu. Þetta engir unglingar lengur sko. Nei. Og hérna þeir voru inn á skiluru sem fyrsta lína og svo kom powerplay, þeir voru inn á þar og það var líka verið að nota á í penalty eins og Andra og Jóa. Og þetta bara of mikið skiluru. En mjög athyglisvert. Hinum einn spurði ég Rúnar F. hvort að klækindin hjá Gulla hefur komið honum á óvart og svona. Hann sagði bara já, að mörgu leyti. Þeir eru búin að vera æfa uppköst, þeir eru búin að vera að æfa það að dömpa honum á markið og losa pressuna og dömpa frekar á markið heldur en að fá á sig æsing og komast á í skiptingarnar. Þetta bara mjög klókt hjá Gulla í SR og hérna það verður bara hrós honum fyrir þetta. Já, mér fannst fínu dagkvort að sjá það, skildi ekki vera gripið inni eins og í leikli sko. Og þess vegna bara eins og í annarri lotu þá bara kemur hann ljós að strákarnir framlínur alltaf að forteka bara hvort sem að menn eru konum með vald á pökkinn menn á leiðin út úr bláu og skautar á mótin og svo bara arfa vitlaust skiluru. Þannig að sko það voru engar stýringar í gangi úr varnarsvæði SR-manna skiluru. Þannig að þetta var bara 100% álag á varnarmönnum SA. Þetta ekki boðlegt eiginlega fyrir varnarmennin að hafa þetta svoleiðis. Það þarf að stýra þeim og þrengja svæði, þannig getur nú tekið á þeim þegar við komum. Já, Gústi, við erum komnir í 5. leik. Víkingarnir eru komnir á heimavöll. Vissulega töpuðu þeir í framlengingu síðasta leik fyrir sunnan. En hvort liðið finnst þið líklega til að bara, hreinlega landa Íslandsmeistaratitlinum hérna í kvöld? Já, ég held að SA takki þetta núna. Mér finnst nú vera bara þannig andi hérna sko. Ég sé líka Halldór Skúla komið, hann var með nárameiðsli, átti að stríða. En Bjössi hérna, Björn Már Jakobsson, hann ekki með, hann eitthvað tjónaður. Bjössi gamli. Þannig að þú ætlar að veða á Akureyringana? Já, ég get ekki annað, það bara þannig. Það bara svoleiðis. Þeir eiga að skamma sín eftir síðasta leik. Ég ætla bara Þið brugðust ekki við því sem í gangi. Nei, til að fá okkur almennileg viðbrögð á YouTube og internetinu, þá ætla ég að segja að SR vinni þetta. Já, það náttúrulega megin bara betra liði vinna. Ég persónulega vil bara sjá gott íshokkí. Að sjálfsögðu. Ég ætla að segja þetta svona, SA með betra lið, SR með klókari þjálfara. Og þetta verður einhverstaðar þarna bara, þetta fer á hnífsoddi þar á milli. Já, nákvæmlega, það má segja það verður bara þannig. Já. Liðin eru hérna. Já, ég myndi líka halda mig núna, veit ekki hvað ég að gera. Ég myndi náttúrulega ekki vera splitt kjúklingalínu, ég myndi láta hana spila, sko. Já. Þetta eru bara yngstu strákarnir í liðinu, skilur, og Gull að spila á sínum strákum, skilur. Já, láta hana spila, meina hann saman. Já, saman. Þeir þekka hvort annar, skilur, voru þarna í
U18 landsliðinu og U20 landsliðinu líka. Já. Og akkur ekki að nota þannig, þeir eru eina besta leikforminu. Og svo fannst mér enda mjög skrítið að sjá Orra og Gunna. Sko, mér finnst þetta á dýrmæti leikmenn að sjá þá spila vörnina bara með fyrstu línu. Svo eru þeir að taka skiptingu svo sem líklega með þriðju línu. Já. Og persónulega myndi ég henda Bergþóri Bjarma með öðru þeirra og Atla með hinum. Þannig myndi ég gera það. Já, splitta því hans upp. Ég sé að Unni Sigurðarsson ekki á skýrslu. Hann með einhver axlameiðslu og verður ekki með í kvöld heldur. Þannig að hann er aðeins skarri sem skildi með kjúklingalínuna. Já, þetta nefnilega sko... Góður að pressa. Þetta er svo hraður og leikur og sko... Ef það kemur eitthvað að vanta mennin í einhverja línu þar sem menn þurfa að þekka hvern annan alveg skilur þá náttúrulega getur spili klikka þegar nýr maður kemur inn eða skilur Það allt í reiðu 1000 manns í höllinni við erum komin í 5. leik Skautavélar Reykjavíkur á móti Skautavélar Akureyrar og þeir steikja klukkuna hérna á fyrstu sekúndunni og Já, svo er ég rosalega ánægður með vinsluna hjá Unnari, sko, bara, sko, í síðasta leik þá bara vanta að þeir eru aðeins að koma við S-eringarna, sóknarmenn S-a. Já, leikurinn hafinn, Gunni Ara, þeikjur honum inn og það er Atli. En fyrsta leikna, hún náttúrulega stóð sig bara vel, skilurðu. Já, í markinu, já. Orri yfir á Gunna. Gunni, mistækt að setja hann inn, S er leggur í hann. Já, markmennir. Orri með vald á pöknu pressa. Atli Snæður Valdimarsson er hjá S-eringunum og Jakob Ernfeldt hinum megin. Náðan í horninu. Orri pressar þetta, missi kilvuna. Dettur af stað. Haffi, kemur honum yfir á andra. Gunni skautar og pressar á hann og Jónatan reynir að hirða hann upp. Gunni hefur hann. Kemur honum hann inn í slotti. Sölvi rólegur. En mismunum sending. Bergþór kemur honum djúpt. Inn á Róbert. Róbert skautar hann aftur fyrir, leitar að sendingunni. Atli hótar og skýtur svo. Og Níels. Sölvi. Kemur honum djúpt. Pressan. Og Kári dömpar honum inn. Bergþór Bjarmi hirðir hann upp, snýr þannig að vandamænin er húkaður niður. Heiðar húkar hann niður, en ára Kári, hinum einn. Birkir Árna með skot þarna og Jakob Verita. Þetta var erfitt skot. Unnar. Bjarmi. Andri Sverris í pressunni þarna við Heiðar. Og þetta er smá hrúhokki þarna. Hvað gerist? Klárar og kemur skot frá Markusi. Jakob, verð þetta auðveldlega. Þetta var bara einfalt skot til að grípa og... Já, niður í ísinn. Ekkert hættulegt við þetta. Ekkert að frétta þarna. Við getum svarið það Eiki útsendingarstjóri, hann verður með endursýningar hérna. Þetta er bara, það er allt undir í höllinni. 44 kamerur í höllinni og þetta er allt klárt hjá honum. Jæja, aukastið. Já. Já, Ormur er líka komin inn á með þessa. Ormur og Ingvar er að spila núna hérna. Ómar og Heiðar. Í þriðilínu. Í vörninni. Þetta er bara SR megin, uppkasti eins og oft áður kemur lúmskur yfir þarna. Og Ævar náði ekki til Pekkarins. Jónatan með skotið og Jakob grípur þetta. Þannig að maður sjá hvað SR-ingarnir eru snöggir þegar skotið kemur. Það er bara 1 eða 2 mæta beint í að skrína og safna síðan með sér 2 SA-mönnum og ef skotið er aðtæra á markið og getur þetta að vera hættuleg, sérstaklega Jakob. Ef hann byrkt útsinni. Ingvar Þór Jónsson ekkert lemba að leika sér við hann fyrir fram markið. Fór aðeins yfir reglunar með kjúklingunum. Þeir voru að þælast þarna. Kemur pökkurinn djúpt. Lúmskur út en Bjarki nærm ekki Jónatan. Valdi hendur honum út fyrir og dömpar hann með í horn. Heiðar eftir það. Bjarki. Fyrirlið Reykjavíkur. Og það er gaman að sjá með pökkinn Ormur Karl Jónsson. Hann er kominn aftur eftir meiðsli. Meiddist með 18 liðinu daginn.
Jæja. Hvernig verður það? S-eringarnir busta þetta. Bjarki kemur nær, losa pressuna. Tekur tæklingan og hafa Andri Mikaels. Andri Mikaels kemur honum út á Orra Blönda sem að fer of djúpt og þá Ævar. Ævar með pökkinn. Ekkert grín. Gunni nær að stöðva þetta. Og Ævar með lúmska sendingu þarna. Það var öll ljós kveikt en enginn heima með honum. Ríkalega stæðilegur Ævar á svellinu. Það var gaman að segja frá því að hann að blómstra þarna með S-liðinu bara. Og það sem hann bara komst ekkert í S-liði, þeir bara vildi ekkert hafa hann sem ég reynda að finnst mér ótrúlegt. Hann er bara blómstra þarna í þriðju línu hjá SR. Já, aðja, Birkir. Arnar hendir honum inn. Já, Markus hirður hann upp, kemur honum aftur yfir á Arnar og Birkir. Dóri eru núna í fjórða varnarlína inni. Nauðurhreinsinn og S-eringar komast ekki í skiptinguna. Þetta er líflegt. Mjög líflegt. Já, það var líka búið að vera erfitt fyrir raunverulega S að vera með 2 varnarmenn úti sem er alveg fullgildir spilara, skilur. Það þarf að spila helst á 4 línum þegar þetta er komið í 5 leiki. Já. S-eringarnir taka þetta. Önnur línu inn á fyrir S-a. Birkir. Bansi með einn rafmagnaðan hann upp. Atli kemur hann út fyrir. Birkir hirður hann aftur. Birkir snýr hann af sér. 3 á 2 núna. Atli nær að stöðva þetta. Andri hendur honum inn. Stemming. Það er stemming í höllinni. D2D. Ingvar. Ingvar kemur honum djúpt. Heiðar pressar á þetta, næra halda honum. Og já, ætlar að koma honum bara marki en missir honum gott. Já, hann sett hann ekki strax í hitthotni vegna þess að það var enginn á leiðinn inn. Ingvar er batunum við Heiðar. Og Heiðar kemur honum yfir á Níels en Níels veit þunga tækling á sig. Ingvar kemur honum yfir. Balti. En Bjarki og jú. Matti, Olíasson, Matti. Næri ekki skotinu. Býður eftir sendingunni. Og ætlar að senda henni í miðuna en hann næri þið ekki. Halldór Skúla hann að missa sending. Þurfti að vera aðeins nákvæmari sendingin, það þurfti að vera beint í Kilvu. Halldór getur skotið og Atli verða auðvöldlega. Já, svona eins og þetta er að byrja, þá eru S-amenn bara klárir í leikinn. Yes, sir, Bob. Það er alveg hannig. Fyrsta lína inn á fyrir S-a. Við vorum að hafa gullfallega mynd hérna á Jóni Treysta. John Tötti Guðmundsson fyrir hann í markmaður S-eringarna. Við höfum kærlega þessa með svakalega móttu og möllett hérna. S-a með D2D í varnarsvæðinu. Ævar með tæpa sendingu þarna en S-a með vonda sendingu. S-eringarnir hirðan eru konur í sókn. Jói Leifs. Jói spinnir sig í gegnum þetta. Setur hann yfir Orra og Orri veit þöndar. Skotið og þarna var Gunni að koma inn í skrínið og frákastið. Það er gaman að sjá það hvernig Gunni leggur í að keyra inn, skiluru, þegar hann er ekki teimið að þó sé varnarmaður, skiluru. Ef hann er bara fyrsti maðurinn þá fer hann treystir alveg þessi lína að þekkja hvort annað svo vel að það er alltaf maður komin í varnarstöðuna fyrir hann. Á power defense. Æja, þessi er ekki hirður. Bjarki, settingunni yfir. Það er Pétur, stórhættulegur. Dóri kemur hann út. Jónatan. Pétur eftir Jónatan. Jónatan snýr hann af sér. Það er tæklingun hana. Ólafur tæklan, þetta var flott hjá Ólafi. Nú er unglingalína komin inn á. Góð pressa hana. Sölvi, yfir á Pétur. Pétur, skautar. Kemur honum yfir.
Og Óli yfir á Pétur. Pétur taklaður hana hressilega. Og þetta eru skýr skilaboð. Jesús Kristur, hann að fá dóma á þetta? Já, það náttúrulega, hann ekki búinn að snerta pökk, hann bara elta pökkin. Já. Ekki pabbi alltaf bara mamma þinn? Þetta var bara náttúrulega, ég meina svona eru reglunar. Hann bara elta pökkin, ég meina hann bara elta pökkin, hann stígur fyrir hann aldrei búinn að snerta hann, þannig þess vegna þetta dæmt. Já, ég ósammála. Já, þú veist, hann var pökkurinn var þarna nálægt. Við viljum hafa aðeins. Já, þetta var hörkutækling. Örlítið í þessu, þetta er 50 leikur, Gústi. Þetta var hörkutækling og bara, þú veist, hann átti að tækla hann, ekkert annað. Powerplay. En það er bara 2 mínútur og það er ekkert að því í hockey. Strákarnir verða að taka á þessum stundu 2 mínútur. Það þarf að spila leikinn eins og dómarinn leyfir samt og upp að því marki. Og Jói yfir, Andri Mikael, misjafnsending. Þossi kemst inn í hana. Það er nú reynslan maður. Orri dömbarinn í horni. Sjái. Hafþi og Andri Brekka. Og Þossi. Já, Jói Leifs. Yfir á Gunnar. Þessa sittur upp. Blöndal með dúndur sko. Það bara sá ekki pökkin. Veit ekki með þess að Vondheimera, Gústi, sorry. Gunni. Og Andri Mikaels. Þetta er náttúrulega, ég stið Vondheimerana en það þarf náttúrulega að vera einhver í skríninu og taka rýbandi. Gunni aftur. Já. Essa er nú að skila þessu powerplayi bara vel. Þeir eru með vald á pekkinum, ná að stilla upp. Taka hrein skot og að hitta markið. Það er náttúrulega sem var ekki í síðasta leik. Nú rönnur powerplay lína inn á hjá Essa. Andri Sverris vinnur þetta fyrir Essa. Unnar. Atli Dennarsson kemur hann lúmskan yfir á Róbert. En Bjarki fyrir liðsynningarna kemur hann út og svo Sölvi kemur hann ennþá lengra. Jakob stoppar þetta. Það var Atli. Og Unnar missir henni sig aðeins hérna en Ómar komst inn í þetta en Unnar heldur áfram. Reynir að stilla honum upp. Unnar ennþá með pökinn. Atli langað að skjóta, hann hætti við. Unnar. Já, Atli klefur í skotið og það er yfir. Róbert út. Atli heldur honum. Kemur yfir og Unnar með Vondheimer. Já, þetta var djöfull góð Vondheimer Unnar. Vel gert hjá Unnari, heldur honum inni en svo það var svona örlítið hæstik á þetta. Þannig að, já. Uppkast yfir út fyrir af því að Unnar brýtur af sér. Og liðin ná skiptingunni, klára þetta. Já, þegar Unnar stoppar hérna pökkinn þá fer hann með kilvublaðið upp fyrir axlarhæð og þá er það kallað hæstik. Já. Herðu. Dómur á það. Ja, þetta er ákaflega blöndu lína hjá Víkingunum. Ormur og Ingvar í vörninni hérna. Birkir. Níels. Birkir dömpar hann bara yfir. 5 sekúndur eftir, powerplayinu. Já, og þá er Níels nær skotinu og Jakob grípur þetta og ákveður að halda bekkinu bara. Og smá kýtingur hérna hjá Birkir og Níels sem er búið að vera alla keppnina og það er bara hressandi. Menn verður að hafa sinn karakter hérna. Örlítið. Fyrsta lína er komin inn að hjá Essa. Já. Essa vinnu þetta uppkast. Essa-eringarnir er nú búin að vinna öll uppkastina held ég fram að þessu næstigi. Og Orri missir pökkinu það. Þá er það, sjá, Andri Mikaels. Essa kemur út úr svæði. Já. Gunnlaugur. Með dráfsendingu og hittir ekki, Andri Mikaels kemst upp. Haffi er inn í blá, Jói keyrir inn í slotti og Orri blöndar og kemur á miður á Lilja! Það var Grímsson! Svona!
Já! Það vantar aðeins eina línundur hjá SA. Strákarnir að hanga mikið á bekkinum og ekki að taka þessa. Ekki nógu mikið að spila fyrir hvern annan. En óeigingert hjá Orra Blöndal. Sett hann yfir á Haffa sem að Orri var búinn að draga í sig mannin og Hafþór Sigurjónsson setur fyrsta mark Víkinga. Það er 44 sekundir lífa að fyrstu lótu. Þetta er fyrsta lína búinn að vera að skora megni af þessum mörkum í öllum þessum leikjum. Þetta var glæsilegt spil. Já, geggjað. Önnur lína inn á fyrir SA. Bertó Bjarmi eftir Pétur Mokk. Geta Essiringar svarað þessu. Andri Sverris. Kemur yfir á Andra Sverris en Róbert snertir hann. Birgir Árnar reynir að loka það. Reynir að koma hann yfir Raunar. En Essiringarnir ná að koma hann út. Ingvar Jónsson. Ingvar tekur annar hring. Já, það vantaði bara sóknarmennindi, þeir opnuðu ekkert fyrir hann gæti ekkert komið pekkinum á neitt. Nei. Skautaleiðina voru eitthvað skrýtnar hjá þeim. Nú kemur ígrúping hérna. Ingvar með sending í skautan en Heiðar nær að haldi hann en þeir missa hann. Darra að dansa hana. Víkingarnir tæpir að sjötta manninu vinna hana. Munaði litlu. Þeir fengu 6 menn á ís. Ormur. Þetta er bara góð pressa hjá Essiringum. Þarna vantar sóknarmenn að stilla sig eitthvað skringileg. Þeir kom ekki pöknum í spil. Þetta er bara, þú veist, vel gert hjá Essir. Já, þeir eru bara að koma dýpra, þeir eru komið í aðstofuna. Bjarki yfir á Kára, Kári með langan yfir á Axel sem að tekur lappatricks hana. A.k.a. Rúnar F. Og Axel ennþá með hann. Axel. Tekur eitt hring viðbót. Axel og reynir að koma honum á nær og hann skorar! Axel Arnórdal er búinn að jafna fyrir Essiringana. Setur hann á nærstöngina. Klínir honum hann yfir öxlina á Jakob Jónassyni í markinu. Já, þetta var bara ódýrt. Það er enginn sem, hann er bara á hringnum hann Axel. Það er enginn sem stígur í hann og tekur sénsinn að trufla hann. Það er enginn sem er í kilvuna og lemur eitt en eitt í þetta. Nei, við sjáum það er bara góð pressa á Essiringum. Það er enginn að mæta honum þegar hann kemur þegar hann aftáði marki og kemur hérna fram. Það voru allir bara að bíða hvað Axel ætlar að gera. Gríðarlega mikilvægt mark eftir 1 mínútu og 44 sekúndur. Jafnar Axel Árnórdal fyrir Essiringana og það er 1-1. Þetta er geggjað. Algjörlega geggjað. Ekkert touch á þetta. Æsing. Axel er náttúrulega rosalega snöggur og leikir með pökkin en það náttúrulega þarf að fara í mannin sko. Þú veist, það sá náttúrulega ekki endursýningana en hann hótaði að senda upp í slottið og setta svo bara yfir, þú veist, með nærstöngina. Þetta var rosalega vel gert hjá honum. Já, ég er mjög hissa að enginn skuli mæta honum að stýra honum hérna þegar hann kemur þar. Uppkastið Sölvi og Jói Leifs. Hvað gera þeir? Essiringar vinna þetta. Þeir eru með uppkastinn í vasanum, búin að vera alla keppnina, úrslitakeppnina og halda því áfram. Markus snýr honum. Birgir fær tæklingun á sig, kemur honum ekki og það er Gunni sem að kemur honum djúpt þarna. Og Styrmir. Æsing. Nei, það var Pétur Mokk, hann dampar hann löngum yfir. Já, 1-1 maður. Úrsti, þetta er spennandi. Já, þetta er spennandi. Gríðarlega spennandi. Ester virðist bara að þurfa eina sókn til að jafna leikinn. Þetta var bara alveg magnað. En þetta er Axel náttúrulega bara eitt besti hockeyspilar í Íslandi. Já, tökum hattinn ofan af fyrir. Hann er nú í uppáldi hjá með pínu. Já. Bergur heldur honum inni og Unnar í barátunni.
Atli klár úti. Unnar lossar hann yfir á Atla í rólitunum sem að lossar hann yfir á Róbert. Róbert kemur hann þvert yfir á Bergþór. Bergþór með sko! Unnar náði ekki skotinu þarna. Þetta var gott spil. Þetta var gott að segja voru að reyna. Þetta var mjög efnilegt. Kemur hann aftur. Unnar. Lúka bara. Já. Pétur. Pétur með langan en Atli. Róbert hann inn. Robby dansar hann á blálínni, Róbert hótar skotinu, horfar á fjárstrykkinu, pökkurinn er hvað? Andri Sverris hana, pökkurinn kominn undir hlífina hjá Atla Snævarnumannssyni og þetta var bara býsna lúmst skot. Strákarnir voru bara í skiptingu og Róbert bara beið og hótaði skotinu og kom síðan í þarna þröngt skotfæri sem var bara mjög lúmst og hættulegt. Já. Og þá var Andri Sverris búinn að fara í skiptingu einn úr annarri línu og mættur þarna í rýbándið. Það fá að mynda kveðjur á Guðmundi Steinsen. Það er gaman að heyra þessum gömlu Vestfirðingum maður. Það er allir að horfa ef þeir eru ekki í stúkunni hérna. Helgi Páll og fleiri í stúkunni. Pressandi. Kemur Heiðar. Hvað gerir Heiðar með bakgrunn í kilvuna hjá Jakob. Jakob var þetta með blokkernum eða vinstri, hægri. Pökkurinn fór ekki út fyrir. Ingvar kemur löngum lúmskum yfir á Heiðar. Heiðar býður þetta sendingun og það var... Já, mist þetta. Ormur T2D. Þetta var góð meining í þessu. Það voru tveir SA-menn sem áttu að tjensa og það rétt mist af pöknum. Annars voru aukonur í... Annars hefur unni skotfæri hann í slotinu. Yfir á Heiðar. Ólafur í barðunum við Heiðar. Pökkurinn er laus þarna og kemur Halldór. Halldór tekur svifið þarna og Gunnur hirðar hann upp fyrir refsendingana. Pétur tæklingarna á Pétri. Já, þeir koma hann ekki út fyrir, jú, loksins. Þá var það Axel stórhættilegur. Nei, já, Arnar hótaði þarna. Og Birgir stöðvar þetta. Já. Jói Leifs kom inn á, dömbar honum inn. Eftir einhvern veginn, T2D, leggja í hann. Sendir yfir Ólaf, Ólafur yfir á Pétur. Pétur og það er tæklaður þarna niður. Þetta var alvöru fullorðins tækling þarna. Ekki gott að hitta Orra Blöndal þarna á skrifstofunars. Og Markus. Við býðum hann alltaf velkomna ef þú bankar upp á skrifstofunni. Og Sölvi skýtur með bakhönd út fyrir en var ekki í pressunni en hann fær ekki dóma á þetta. 7 mínútur eftir að fyrstu loti í innbænum. Og það er bara að skera spennunum með hníf sko. Það er allir tens. Fyrsta lína inn á fyrir SA. Jæja, hvað verður úr þessu? Heiðar, Jói Leifs. SA vinnur uppkastið. Ó, kemur skotið þarna rétt fram hjá. Níels er inn og komum út fyrir en Haffi heldur honum inni þarna en þeir komast inn í þetta og Níels leggur í hann. Já, og Kári með hraðan og Níels með skotið og rétt fram hjá. Þarna hefði hann kannski hægt að senda hann yfir á Heiðar en allt í góðu. Heiðar heldur honum ekki, jú, hann heldur honum inni, nei. Andri Mikaels hirðir hann upp og Jói Leifs. Jói Leifs, Róbert kemur skautandi þarna og er ekki fekkinum. Heiðar. Unnar, skrítin sending yfir á Jói Leifs. Jói róar þetta niður. Jói nú að reyna að komast út af skiptingu. Allir með skotið og Unnar er að tippa honum hann rétt fram hjá. Þetta var geggjum speklun þarna hjá Unnari. Vel gert hjá Unnari. Tók pökkinn þarna á lofti, mjög vandarsamt. Bjarmi kemur hann djúpt aftur. Róbert. Robby fær slass á sig, stendur af sér. Þetta er orðið á mikið, hann átti að skila honum þarna á varnarmennina. Hékk var lengi á honum, Ævar Arngríms komst inn í þetta. Og Róbert tekinn hann og tæklaður. Ævar Arngríms. Hann tók hann með kilvunni. Já, það er bindómur og ekkert úr þessu búið að dæma. Þannig að það er Ævar Arngríms sem er að fara í bóksi. Ég veit það ekki, Gústi. Þetta er munurinn á fyrst. Jú, þetta er náttúrulega dómur að hann tekur hann þetta með kilvunni svona neðarlega. Já. Hann lendir á kilvunni. Þú segir að ef Ævar er tæklaði með brjóstinu þá er maðurinn náttúrulega bara að fara einhverja metra eftir ísnum á herðablöðunum. Já. Ævar var bara óheppinn, skilurðu. Hann bara óheppinn. Já, hann var bara aðeins og seinn. Hann tekur hann skilur á kilvuna fram að við, hanskanna skilur. Já, ekkert þess að gera.
Og þá eru Víkingarnir En þarna áðan sáttu þegar að SA misti pökkinn hérna út, þarna sérum við á fyrstu og annarri línu. Fyrsta lína, þeir spila fyrir hvort annan meira. Já. Þetta þurfa hinna línundar að laga. Já. Þá tar pökkinn ganga. Andri Mikaels með skotið yfir Orra. Það er enn einn one-timerinn sem að fer ekki hérna í gegnum pakkan. Orri kemur hann djúpt, aðeins og djúpt. Pökkurinn fer út fyrir. Gunni hýrði þetta upp. Já. Gunni, Ómar notar það. Yfir á Orra. Orri kemur hann inn. Gunni pressar það. Og hýrður upp pökkinn. Vel gert Gunni Ara. Yfir á Jóa. Jóa er óvar þetta niður. Kemur regnhlífinn í gang hana. Og Gunni ætlaði að laupa hann yfir á Orra, hann hætti við. Og þá eru þeir tveir upp á topp. Þeir eru skrítið, þeir eru konið tveir fyrir frá marki. Andri Mikaels í slottinu og lúmskur hana kemur. Hafþór Sigurjónsson nær ekki skotinu. Og Jói Leifs. Gunni á tónum. Jói Leifs. Jói tekur múf. Droppar hann yfir á Gunnar sem var leggur og í hausinn á alltaf. Já, þessi var allan tíman á leið í markið, þannig að hann skalla hann út. Andri hreyfir hann, snöggur að hreyfa hann og þá er Hafþór á fjærstökinni sem reynir að koma sendingunni yfir á Andra Mikaels. Nærinningi. Gunni. Já, 55 sekundur. Lifa á powerplayinu og spinnir sig þann inn. Hafþór. Hafþór meðan bak við markið. Já. Þeir eru komnir nálægt, Esseringar orðin þreyttir og við kemur skotið en þetta er búið að vera löng sókn hérna. Já, þeir eru búin að spila. Esseringar komast í skiptingu og þá náður skiptingunni, ferska fætur inn á. Gunni tegir þetta aðeins bæðinni skipta. Þessi á búin að spila svo sundur og saman, þeir eru allir konur hérna í nærslóttu þannig að þeir höfðu þurft bara að ná skoti á markið því að markmaðurinn var náttúrulega pottþétt skrínaður þarna. Já, þá voru tímabilið konur tveir að skrína. En það var bara að vera pláss fyrir pökkinn til að komast á milli. Akkurat. Hann þurfa að finna þessa glöfu. Jæja, Unnar. 14 sekundur eftir. Atli. Atli ber hann inn. Powerplayið lifir. Víkingarnir einum fleiri. Nei, missundu sendinga henni og Unnar snöggur átt að sjá þessu. Kemur hann á mút. Atli með skotið og Atli skýtur á Atla og Atli verður það. Já, þarna vantaði bara meira skrín á markmanni hans verð. Róbert, hraður inn fyrir aftur. Það er ekki nóg að standa þarna, skilur þú þarf að... Birkir tæklar Róbert þarna, það er dómur, holding. Er það Birkir? Er það Bansi sem er á leiðinni í boxi hérna? Eða hvað? Látum okkur sjá, já, það er Birkir sem að fær holdingdóm. Hann faðmaði Róbert Hafberg hérna og knúsaði niður í hopni, snera niður. Og það er ekkert grín að lendi í ljósastöndum hérna. Nei, Birkir er bara... 2:14. Meter lengri en Róbert. Jessur í bob, það er annað powerplay. Maður segir við Birki, hvað er hann margir metra? Maður segir við Róbert, hvað er hann margir sentimetrar? Það útskýrir allt. Róbert, það stóð þetta bara á sér. Og Esseringarnir vinna uppkastið, en ná ekki haldunum. Víkingarnir. Andri, yfir á Gunna, Gunni, yfir á Andra, Andri rólegur, sendir inn í slóti og Jóhann með vontak! Jóhann Márið saman með 10! Ég er ekkert að grínast með það, skilurðu. Það er bara svoleiðis. Ég skal segja ykkur það. Jóhann Már Leifsson fær þarna sendingu frá Andra Mikaels. Þetta er þegar menn láta hlutina skeið snöggt, senda snöggt, láta pökkinn ganga og er ekki fimmni við að senda pökkinn við erfiða aðstæður þó sé einhverja kylfur að þvæla þarna. Það þarf að taka sénsa í þessu. Já, þetta var geggjað spil. Þetta var bara hrein sending, þétting först og vandamur að Jóa. En þú veist, þungtækling hérna, áfram með spjörið, Jakob Veran og fær smá skrans á sig, það er aldrei vinsæll. En já, Víkingarnir komnir í 2-1 í fyrstu lotu. Allt að gerast í þessu leik. Já, stúkan á fullri ferð hérna. Æja, þá er það Sölvi og Jói Leifs í uppkastinu.
S-ringandi fá manninn sinn inn á. Já, fyrsta lína ennþá inn á fyrir SA. Já. Ég segi þjálfarinn að passa sig að drena á ekki alveg þeir eru nú komnir að léttast að skeiðinu. Sumið þeirra. Reyndari Haffi náttúrulega, hann er svona bara endalaust ungur og eldist ekki. Nei. Já. Jáp, það er hæstíkdómur. Ekkert flókið. Bingo búið, bless. Já, þá heldur bara fyrsta lína áfram inn á. Já. Svo vonaði að við getum náðu að hvíla sig svona við í þessum stuttum pásum inn á ísnum. Já. Nei, bara er að komast í breyk á þetta S-ringarnir. Já, Ólafur Freyr hérna, Ómar Freyr sig. Új, og svo kemur Sölvi hérna og krækir aðeins í hann. Jakob veiðimaður fiskar þennan bökk. Já. Já, takk fyrir. Já, það er Pétur Mokk sem að fór út af fyrir hæstík hérna og já, S-ringarnir búin að vera í bullandi vindlu vandræðum en það í byrjun lotu. Nei, heyrðu, enda lotuna sig. Já, það virtist ekki koma að sök í leiknum fyrir sunna því að við skorum bara í einu powerplay þar. Markus með skotið og Jakob Verða. Já, gríðarlega flottur leikur í Reykjavík daginn þar sem að liðin skiptust á að jafna og skora og svo er ekki nema 1 mínúta og 39 sekundur eftir. Víkingar eru 39 sekundur frá titlinum sko. Skilur við? Já, þegar SR skorar. Það var alveg háspenna í þeim leik og það var ekkert sko, þú var ekki meiri spennu heldur en í þeim leik. Róbert ber hann inn fyrir, hann reynir að stilla upp í powerplayinu, fá róaböngin. Og Atli yfir á Unnar. Atli skýtur. Já. Og Birgir er að tuska á til hana fyrir framan teginn. Það er þannig, Birgir Ándarsson, S-ringunni. Aðeins hvetur á til að koma upp í slottið og tekur svo í lurgina en þeir koma hann inn. Snýrð hann niður. Já. Uppkast inn í varnarsvæði Skautafélags Reykjavíkur. Önnur powerplay lína inn áfram fyrir SA. Já. Og er það mikið powerplay í þessari lotu. SA vinnur bökkinn. Andri, yfir á Atla. Atli. Unnar, farðu bara inn á miðjuna sjálfur. Þarna já. Jæja. Róbert snýr hann af sér og Balti er tæklaður hana en snöggur á lappir. Atli. Þessan er að stilla hann aftur upp. Atli. Nú þarf að vera þolinmóður. Róbert rífur hann hana yfir netið. Unnar. Þeir þurfa að opna aðeins betur. Unnar tekur bara skotið. Þetta var hörku skot. Já. Gott skot hjá Unnari og Níels hreinsar þetta út. Leiðin skipta. Það er svo mikilvægt að vera að skjóta marki í powerplay að menn skjóti þannig að komi rebound á þannig ef markmaðurinn er. Já, hann fari ekki út með rammann. Það er að hugsa þetta á tvo vegu. Já, Jóleifs. Tvo möguleika. Jói tekur tæklingan á sig og pökkur fyrir út fyrir og það er Níels sem kemst í bullandi færi. Við erum að sjá þetta hvað gerir Níels. Kemur hann á markið en nær ekki sendingunni, nær ekki skotinu. Gústi, þetta er eins og í leikurinn sem er fyrsti leikurinn sem SR vann á Akureyri. Þá voru Víkingarnir að missa S-ringana í. Já, þeir standa þetta báði Gunni og Orri, standa blálínum dálti fast þegar þessi sending kemur. Já, við megum ekki. Þetta er erfið sending, það er bara 50-50 að Gunni nái. Við megum ekki fá mikið að breyka á þeim í þetta. Svona sending á lofti, sko. Já.
Kemur sendingin, Ævar. Kemur honum ekki út fyrir Birkir, heldur honum inni. Og Birkir fyrir SR, Jónatan. Út með rammanum og þar stendur Ingvar Jónsson. Lokar þessu. Ingvar í baráttunni, Birkir hjálpar honum en dómur á... Það húkingdómur. Já, það húkingdómur á Ingvar Þór Jónsson. 47 ára gamall hérna, fá á sig dóm hérna. Já, ég man bara ekki eftir að segja Ingvar fara í boxið. Þetta dagfars prúðasti íshokkeyspilarinn sem við hefur verið. Bla, sko. Já. Og hann prumpar alltaf blómaprumpi líka. Já. Hann náttúrulega lagar þetta bara. Hann fer í andlega íhuga núna í 2 mínútur og kemur alveg góður á eftir. Bara einn grófasti varnarmaður Íslands frá upphafi. Segjum þetta bara eins og þetta áfram með spilið. 48 sekúndur eftir. Axel missefnir sendingarna niður og missir hann út fyrir. Kári. Unnar í pressunni. Kári rólegur yfir að Sölva. Þarna vantaði 3. mannin aðeins dýpra í þá. Sölvi yfir að Bjarka. Á mannina það eiga. Bjarki við dropp. Axel. Og hvað gera þeir? Axel. 25 sekundur eftir. Axel. SR með fullt vald á bekkinum. Þeir eru búin að stilla upp. Og Ólafur. Axel yfir á Kára. Kári. Nú þurfa SR-menn að vera reyfalegir. Passa láta ekki draga sig aðeins og djúpt. Já, hvað gera þeir? Þeir verða að ná skotinu, 9 sekundur. Ætlar ekki að ná skotinu og kemur hann inni! Axel Örnur bara jafnla aftur í 2-2! Þvílíkur leikmaður! Bein rólega sett hann innan á hlífina! Þetta gera bara stillingar! Já, og hann búinn að skora hérna aftur fyrir SR-ingana! Til hamingju, Axel minn! Já, hérna hér! Þetta kallast að lesa leikinn. Hérna ætlum við að skjóta. Þegar 9 sekundar var eftir voru ekki einu sinni líklegir til að skjóta. En þegar 4 sekundar eftir þá voru við búin að skora. Og það svona stund sem tekur að skora í hockey og staðan jöfn. Já, ég skynni þess að hættu strax. Ég sá bara að það var eitthvað, sko, þeir fristu bara varnarmennin okkur á mikið, skilur, og svo greinlega var eitthvað skrínað á Jakob. Og Axel leita bara því, hann tekur ekkert skotinu með þegar skrínið komið. Það var bara laus pökkur, flottur. Lotan úti, 2-2 í innbænum, svakaleg skemmtun hérna fyrir áhorfendur og þeir sem komast ekki á leikinn eru vonandi að njóta þess að horfa á túbuna. Og þetta búið að vera svakaleg lota, það bara hannig. Hafþór Sigurjónsson skorar hérna fyrsta marki fyrir Víkingana. Axel jafnar þetta 1-1. Og svo það Jói Leifs sem skorar annað marki fyrir Víkingana. Og aftur það Axel fyrir í játnum hérna. Engin leið að vita hvort liðið fer með sigur á hólmi hérna. Þetta 50 leikur, það allt undir Íslandsmeistaratitilinn. Og við ætlum að fá okkur örlítinn einn kaldan óáfengan túli og svo ætlum við að fara að kryfja lotuna.
Jæja, komnir í loftið aftur. Það ekkert annað. Staðan í immanum hnífjöfn hérna, 2-2 eftir fyrstu lotu. Mikið að vera í lotinu og bæði lið að fá á sig dóma sem að skiluðu svo mörgum. Og Víkingarnir hafa verið á undan að skora. En SR-ingarnir jafn harðan. Og önnur lota farin í gang. Jafna síðan aftur, það Axel með lúmskot. Býður með skot, það eru 2 SA-menn sem skrína markmannið, reyndar og þröngu færi. Bjarki með skotið og Jakob missir hann niður. Orri Blöndal reynir að losa pökkinn en Gunni leggur á stað með hann. Og Bjarki missir hann á bláu. SR heyrir þetta upp. Jónatan, hann fyrir bara upp miðuna, það engið þar. Og snýr af sér 2 og ennþá pökkinn, kemur hann verið Styrmir. Andri náði að stýra þessu og náði mér sér bara að blokkera hann hérna í ramman. Styrmir pressar á Orra Blöndal. Þessar stýringar sem við þurfum að fá að stýra sókninni. Hvor megin við viljum fá hann og alls ekki miðuna. Dóri dömpar hann að það og Róbert pressar á næra sig. Robby yfir á Unnar sem að rífur hann yfir markið hérna. Já. Atli tekur yfir á Bjarma. Bjarmi ramman út. Robby snýr á sig manni og kemur honum yfir á Atla en ekki nóga vel. Birkir hendur honum yfir Markus. Kemur honum djúpt. Já, sóknarmennin þeir eru aðeins lokaðir eins og þessar sóknáðan hjá SA. SR-ingarnir stoppu þetta. Það bara maður kominn á þá. Atli með langan, glóruleg sending. Og uppkastið. Önnur lína áfram inn á fyrir SA. Uppkast í varnarsvæði SA Víkinga. Ómar á móti Andra Sverris. Ómar vinnur þetta yfir Ævar. Ævar tekur lúmskan hérna en Róbert kemst inn í þetta. En háara Unnar, nei. Jú, er Unnar sem lostar og kemur hann á Atli næra að verja hann en Unnar nú snertur hann en náði ekki almennilega vald á pekkinum. Snöggur fram og náði skotinu. Atli náði að verja þetta. Þetta var geggjað. Þetta var flott. Góð markværsla. Já. En eru að sjá það, varnarmennir eru í svona mikilvægum leik að stelast aðeins og djúpt yfir blálínuna. Þarna eins og ég segi ef Róbert hefur ég sá það bara ekki hvort að maður kom inn að þjærstöng en bara það þarf að vera þegar markmann er komið niður og búið að hóta skotinu þá þarf að reyna að senda niður menn þurfa að mæta á þjærstöng. Já. En það hefur líka getað komið rebound úr þessu. Já, maður veit aldrei. Jæja, Sölvi. Og Sölvi vinnur þetta. Heiðar hann. Góð pressa hana. Heiðar næra haldunum, djöflast í þeim. Já. Balti fyrir pressuna. Styrmir róar þetta niður. Sendir yfir á Bansa. Bansi róar þetta aftur. Styrmir með einn glóruleysan upp í loftræstikerfið. Og hann dettur þetta fyrir Pétur sem hann er inni! Svoleiðis! Pétur Mokk er búinn að koma Reykvíkingum yfir hérna 3-2. Laumar honum létt á bakhundina í gegnum fæfhólið og Jakobi. Þetta var glæsilega gert. Ég skal segja ykkur það, svakalegt. Þarna vantaði varnarmaðurinn fórnaði sér í þetta og kastaði sér fram á ísinn til að koma í veg fyrir skoti. Hann geti köttað inn á markið. Varnarmaður verður að kasta sér fyrir hann. Okkar mönnum til málsbóta þá hélt varnarmaður okkar hann var að fara vera dæmdur úr leik þegar hann var færi upp í loftræstikerfið. Hann snert ekki neitt. Já, mistast að grípa hann. Já, það fippa hann en
Enga síður, eigum við að gera betur. Og S-eringar eru komnir yfir í þessum mikilvæga leik hérna á Akureyri. Nú eru S-eringar með sjóðhættir, stórhættulegir þegar komast yfir. Þvílíkt markmaður á mikilvægum tíma. Byrjun annarrar lótu. Æja. Hvað gera þeir núna? Birkir kemst inn í sendinguna. Óli kemur hann djúpt og Bjarki hirðar hann upp fyrir S-eringana. 3-2, Gústi. 3-2. 3-2 fyrir SR. Nú eru S-eringarnir sjóðhættir og stórhættulegir. Ólafur kemur hann djúpt. Já. Við höfum séð þetta. Já, hvað gerir Pétur? Pétur með... Við höfum séð þetta. Þegar SR lenda undir, þá er bara smá hikk á þeim í smástund á eftir. Það hefur gerst í öllum leikjunum. Ef þeir lenda undir, þá kemur svona hikk á það. Já. En þeir hafa náðust tilbaka. En þeir þurfa bara að skrúa hausinn á sig aftur núna og færi skottir að þetta. Þá kemur eldmáðurinn leiður komast yfir, þá færist eldmáðurinn yfir á. En við þurfum að vanda sendingarnar, þetta er bara plain sendingarnar, þú þarf að rata í spaðan á vinstri vængnum þetta. Jæja, nú er það Sami Lettinen og Rúnar F sem þurfa að ráða ráðum sínum. Hvað ætla þeir að gera í þessu? S-eringarnir. Birkir blokkar þetta, Birkir skýtur og Birkir blokkar þetta. Pétur eldir þetta. Já. Tæklaður hann að Markósi. Sölvi skrikkar hann. Jói Leifs kemur honum yfir. Jói Leifs ennþá með hann út fyrir ramman. Og fyrsta lína komin inn á hjá SA. Jói snýr mannin af sér en ekki. Næra halda honum einhvern veginn en... Já, það er Haffi. Yfir á Gunnar sem að skýtur í skoti og það er það Markus og Andri Mikael sem að detta inn í þetta. Og S-eringarnir kom honum út fyrir. Samt ekki vel, en jú. Birkir SA menn þurfa að fara út úr svæði. Birkir yfir á Styrmi. Styrmi kemur honum djúpt, Orri Blöndal. Jæja, Gunni Ara kemur honum djúpt, fær á sig tæklinguna þarna. Það var flott sending. Hafþór hirðir hann upp. Er hann að tæklaður á tveimur ára Unnar. Unnar opnar þetta. Yfir á Atla sem að hliðir í skotið og það er blokkað. Það er Pétur Mók sem blokkar þetta. Þeir eru rosalega duglegir í þessu, Gústi, smáu atriðin. Uppköstin, blokkirnar, dömpunum á markið. Þetta er bara, þú veist, þetta er vel hugsað hjá S-eringunum. Já, þeir eru verið að sná þessu á meðan S-eringarnir eru að koma böknum í gegnum okkur. Fá skrínið og við náum ekki að blokka þetta. Yes. Það eru svona smáatrið sem vinna leiki. Og þá er það Unnar. Hótar í að fara inn á markinu. Snýr mannin af sér, snýr annan af sér. Já, en missir hann svo. Atli kemst inn í þetta, tekur tóndregana og skýtur í stöngina. Snertir þverslan á hann og Atla. Og... Já. Já, það Pétur. Er hann ekki að fara út á? Nei, hann lítur á skoti í einhvern dag. Hann hefur tötsað eitthvað, skoti. Nei, hann var bara, hann skýtur bara mann á bekknum, stóð við bekkin. Hann skaut í Ara á bekknum, hann var alveg óþarfi. Já, og við þá ekki 6 á ís. Það má alls ekki skjóta í Ara, við mögum alls ekki missa hann. S-eringarnir taka uppkastið, enn eitt. SA vinnur þetta. Heiðar kemst inn í að. Og kom honum ekki út fyrir. Það er Ormur sem pressar á þetta. Þröngu að þessu inn. Balti. Dækur tæklinguna hann. Og Matti. Ára Bjarki. Bjarki fær þessu tæklinguna. Og tækling hjá Baltasari. Hrúu hokki hann. S-eringarnir að spila þetta skynsamlega núna. Ormur er að bóka þennan. Jónatan. Kemur sendingin yfir, þetta er erfið sending fyrir Ingvar. Ingvar er pressar hann mannið í bakkinu. Og er slassaður hana, en... Já. Ingvar Matti kemur hann ekki út fyrir, þetta er út fyrir. Þá er það Balti sem kemur pressuna og... Næstu nástaður hana. Hann á hann að spila hann bara aftur. Ingvar. Dömbar hana og... Balti. Ævar pressa á. Æja, Ormur, setur á stórferðina. Það gerir Ormur, reynir bara skotið. Það er framhjá. S-eringarnir heyrðu þetta upp í varnarsvæðinu, henda honum út. Já. Ingvar vinnur pökkinn.
Sending yfir á Andra Mikaels, fyrsta lína að koma inn hjá SA. Pressan aðeins að aukast hjá Víkingónum núna. Örlítið, þeir aðeins að ná áttum aftur eftir markið. Ná að halda honum inni, nei, dettur út. Orri Blöndal. Hefur enga til að senda á. Sendir eitt glórulaus að þannig yfir og á Andra Mikael í mjaðmahæð. Góð pressa þarna frá Hafþóri Sigurjónsssyni sem að fær svo pökkinn aftur. Leitar hann að markinu, reynir að koma um Orra en kemur honum ekki. Jónatan í restirikana. Með góða sendingu yfir á Ólaf. Ólafur kemur honum inn fyrir bláu og skilur hann eftir. Nei. Andri vinnur þetta. Jæja, Haffi droppar honum út fyrir. Já. Aðeins svona. Kemur sendingin og... Þetta var stórhættuleg sending. Hann náði bara kræk í kilvuna þarna hjá Gunna. Atli. Gunni sá tækifæri, stakk sér hann inn. Jöp. Og kallaði á pökkinn. Önnur lína komin inn hjá SA. Jöp. Jæja, Heiðar og Andri í uppkastinu. Heiðar tekur þetta. Kemur hann djúpt. Unnar hirðir hann inn í horni. Unnar snöggur, hirðir hann upp, kemur hann út. Bjarmi með dómarann í bakkinu að það. Hendir honum inn í horni aftur. Og Róbert. Robbi færa sér tæklinguna en Atli stendur þetta. Það vilja fá sendingu dít út í hann yfir. Kemur einn lúmskur hann niður í ísinn. Og pressan. Kári kemur um ekki út fyrir. Unnar stöðu þetta. Önnur lína með hápressu en það skil henni mjög vel. Og kemur tækling hann að. Vel gert, Atli heldur honum inni. Harðraði hann af Atla. Og heldur honum inni. Atli heldur honum ennþá, kemur hann bara. Lætur bara vaða markið, þeir eru þreyttir. En sér einhvern veginn komast út fyrir. Andri verður að drífa sig í skiptingu og skauta rætt út af. Ingvar, en Markus nær að snúa sér hratt við og kemur hann djúpt. Bæði lið klára skiptingarnar sínar. Og Sölvi lætur hann fara. Kári missar hann út fyrir hérna og verður ekkert úr þessu. Bjarki er ennþá með hann. Bertolt Bjarmi pressar hann. Já. 11 mínútur rúmar eftir af annarri lotu og Skautavellir Reykjavíkur leiðir með einu marki og það er Þetta var gott hjá Ingvari, hann bara fór frá þannig að Jakob hefði opið skottfæri opna sjón á pökkinn. Þá er gríðarleg pressa hérna Þorgils. Reynir skottið aftur bara og Pétur langaði að taka ómtæmir. Þorgils lætur vaða og hann er rétt framhjá. Bjarki snýr af sig manninn, kemur honum yfir og rappar á þarna Styrmir en nærði ekki að klára það. Bertolt Bjarmi stífur sjálfa út og er svo tæklaður sjálfur og þetta var flott hvernig hann vann þetta upp í spil hérna. Matti og hvað er að gerast? Góð tækling hérna, önnur tækling. Hafþór, hvað gerir Haffi? Hann er komin á stóru ferðina, það er skotið og Hafþór Sigurjónsson er búinn að jafna 3-3. Hafþór Sigurjónsson! Já. Þetta var svartur. Það bara þyrfti þetta. Hún bara sjálfur og sett henni í skeitinn. Þetta er kallað skeitinn. Þetta er ekki kallað skót upp í hotni eins og ég segir Reykjavík. Þetta er skeitinn. Þvílíkt mark hjá Haffa og frábæri tíma. 3-3 Gústi. Hafþór Sigurjónsson er að 11 mínútur lifa af annarri lotu, er hann að jafna hérna á trillistúkan. Fyrsta lína innan fyrir SA. Já, leikurinn í játnum, algjörlega. Jói Leifs kemur honum yfir á Andra Mikaels, Captain Fantastic, pressar á þetta og skilur hann eftir.
Fín tækling þarna af Jóa. Orri, D2D, yfir að Gunna. Gunni lætur vaðið gegnum hauginn en drífur ekki. Kári blokkar þetta. Kemur hann djúpt. Jói Leifs. Jói. Elskar verið í hornunum með hann. Svo Jóa. Býður til færinu og kemur einn þarna. Já. Heiðar nær ekki að hreinsa hann út. Haffi út á bláu. Á Orra. Orri tekur aftur niður á Haffa. Haffi. Róar þetta niður. Nei, nær ekki sendingunni og missir hann út fyrir. Já, allt í lagi. Allt í góðu. Orri Blöndal. Yfir á Gunna sem að Jónatan nær að blokka þetta. Ég veit ekki hvað þessi ringarnir voru að blokka mörg skot. Önnur lína komin inn núna hjá SA. Og Róbert kemur honum allar að senda hann. Nær ekki sendingunni. Atli. Hóta skotinu. Aftur yfir á Andra Sverris. Andri Sverris upp á Atla. Atli með skotið og Atli verða. Já, önnur lína bara með mjög góð tök á sínum leik hjá SA. Já, hérna, já. Þeir eru bara í sóknarstæðinu þegar þeir eru inn á. Þetta hefði Bergþór Bjarmi mátt draga til hans frá bláulinni, bjóða sig kannski. Spurning hvað það var möguleiki að senda þarna D2D upp á skotfæri nær. Já. Andri Sverris droppar honum og upp á Atla. Unnar leitar, aðeins missum sendingarna. Þessir ringarnir komast inn í þetta. Axel kemur honum út fyrir en Unnar ótrúlega duglegur. Bjarki í vandræði fyrir fram markið. Þú vilt ekki hafa Unnar í bakkinu þar. Unnar þvílíkt duglegur í pressunni hana. Já, geggjuð pressa. Kemur sendingin yfir á Bjarka. Bjarki ber hann bara inn fyrir. Það er dómur. Pétur er að brjóta af sér hérna. Ekki á góðum tíma. Pétur Elvar Sigurðsson er að brjóta af sér hérna og fá dóm. Þegar rúmar 8 mínútur lifa af þriðju lotu í stöðunni 3-3. Það var ekkert endilega gott að fá dóm en sjáum hvað þeir gera núna. Já, önnur lína er bara að skila sínu gríðarlega vel finnst mér núna í kvöld. Reyndar eiga þær eftir að skóra. Ólafur vinnur það. Já, Orri Blöndal er bara hann í pressunni. Þeir eiga bara, hann ætlar ekki að láta það stilla upp og ekkert kjafta í hann. Þeir ætla bara að éta þetta. Þeir pressa á bara hátt. Já, og Heiðar kemst hann í breakaway og skýtur yfir öxlina á Atla í markinu. Bjarki. Já, það er... Þeir segja að verið broti á matta þarna. Axel kemur hérna. Axel ber hann inn fyrir. Powerplay. Þeir þurfa eiginlega þessa, það þarf líka bara að setja mann á Axel, ég segi bara það. Og spila þá 4-3. Axel. Axel heldur honum. Kári yfir á Axel. Þeir spila. Þarna seldu þessir tveirnar í sama mannin. Nú er Axel að svæfa á, sérðu. Já. Og Kári. Kári með skotið rétt framhjá. Og Axel. Og opið sending síðan á Axel líka. Kári. Og Axel lúrar á fjærstinginni en Jakob ver þetta í markinu. Og fer létt með það. 46 sekundur eftir að powerplayinu. Já. Hjá SR. Allt að gerast. Orri Blöndal ennþá inn á í penaltíinu. En mér ánægður að sjá Unnar hana. Já. Reynda ég vilja sjá Bergþór Bjarma líka hana í penaltíinu. Jú. Látum okkur sjá. Hvað er að gerast? Reykingarnir ennþá í... Já. Jói Leifs kemst í þetta. Hann fer rólega fram bara. Tekur rólega, svæfir á hana. Sérðu, tekur klart með Kormik. Langan snúning. Orri Blöndal með skot á markið. Þessi var tæpur. Og hérna pressa Pétur. Pétur stillir upp. Já.
26 sekúndur lifa á powerplayinu. Heiðar. Andri Mikael stýrir honum. Jónatan. Ormur tæklana, þetta var bara fínt. Það ná að stöðva þetta áður en fara inn í svæði. Ormur ber hann að mistekta konum inn. En ég ánægð með núna raunverulega hvernig SA þeir eru að pressa og bara í þessu djöfisins powerplay sínu. Birkir, ber hann inn. Sjáðu Birkir. Short-handed. Kemur og skýtur. Jónatan og Birkir tæklaður. Ævar. Og Pétur Mokk, sjáðu Pétur. Stórhættulegur hann að. Alltaf á réttum stað, alltaf á réttum stað. Ég get svo svarið ef hún bara skilabóra frá Oddi og Húsavík og hann að horfa á þetta. Geggja maður. Það er allur heimurinn, Gústi. Áfram Oddur. Við erum komin á netið á Húsavík. Jæja, áfram með smjörið. 3-3, 6 mínútur og 40 sekundur eftir á annar lotu. Og powerplay liðin hjá SR. Þeir leika 5-5. Önnur lína komin inn á hjá SA. Já, stórkostleg skemmtun. Bjarmi yfir á Unnar sem að tekur hann og reynir að taka monta með hann en upp í stöngina. Ævar. Róar þetta niður, kemur þessi djúpt. Pétur, aftur Jónatan. Jónatan svæðu á það. Pétur. Núna loksins nær SR að spila. Kemur sendingin og Unnar nær að stíða út. Sjáðu Unnar, Róbert er með honum. Og Unnar kemur og skýtur en... Já, Róbert er kominn hérna í reboundið. Sem það frákastið. Ævar er tæklaður. Jónatan. Já, Jónatan kemur hann út fyrir, high stick. Já, þetta er high stick. Þannig að hann fer aftur inn í varnarfæði Víkingana. Inn í varnarfæði SR-ingana. Nei, fyrir ekki varnarfæði SR-ingana. Jæja, góðir hálsar. Fyrsta lína inn á fyrir SA. Æja. SR-ingana á dömpunum út. Gunnlaugur kemur hann út djúpt. Orri er pressaður. Níels pressar Orra en Orri nær að snúa og af sér þetta. En er pressaður af þriðja manni. Gunnlaugur kemur, langaði að tækla Orra en Orri tók nýð hana og lagði sig í smá stund. Níels. Og Ómar. Gunni vinnur á bak við marka samanna. Andri með hann á vinstri kantið, langur yfir. Sendingin á Hafá. Fikk kemur ekki og gerir á rámstæðana. Á, Jói sá þetta skauð. Fyrsta lína, þeir eru þvílíkt núna og Snöggir að snúa leiknum við. Snöggir í sókn. Æja, Ingvar. Hvað gerir Ingvar? Þriðja lína er að koma inn á fyrir SA. Jesur í Bob. Gunni. Ingvar með hann. Bak við mark, SA manna. Ríkgrúping hjá SA. Já. Gústi, þetta er komið víðara. Aron Levi Beck er að horfa á þetta Reyðarfirði. Þetta verður ekki betra. Áfram með smjörið. Rangstað, pökkurinn fór yfir bláu línuna og það var SA-maður inn í sóknarstæðinu. Já. Hvað segir Gústi? Hvernig heldur þetta fari? No comment. Yes, no comment, sagði Gústi. Bóndi. Þarna, Víkingarnir taka þetta aukast. Og hvað? Ingvar fiskar upp höggin fyrir með bak við markið. Ingvar kemur hann út og Birkir en aðeins og langur. Bjarki hirðir hann upp. Gríðileg reynsla hjá Bjarka sem að dömpar hann bara. En það er ekki æsing á þetta. Ormur með bak við markið. Níels persar, nei, Axel persar hann. Ormur er pressaður. Styrmir, Axel, þú vilt ekki missa Axel hana. Ég hef nú farið að sjá einhverja tæklingu þarna við ramman, þetta gengur ekkert svona. Þannig að loksins tæklaði Birkir. Birkir, hann er að skila öllu því sem íshokkeyspilar á að gera. Það er að pressan. Skauta, pressa og tækla. Góð pressa á það og kemst inn á markinu. Jakob fyrstur þetta. Bjarki pressar á þetta. En já. Önnur lína að koma inn á fyrir
SA. Já, gaman að sjá í stúkunni, fullt af S-eringum hérna. Fullt af... Ég sé Arnar er komin innan núna með Atla í vörnin í staði fyrir Bergþór Bjarma. Æja, Víkingarnir taka þetta. Unnar. Unnar kemur honum út. SA stillir upp og fer í sókn. Birkir með tæpan en sendir yfir að Sölva. Sölvi reynir bara að komast inn en... Það var góð vinna þarna hjá Andra, hann stýrði manninn vel send! Góð sending yfir á Unnar. Unnar kemur þetta utan á, skilur hann, droppar honum og fyrir Arnar sem að rífur hann yfir markið og... Já, pökkurinn verður bara rauð, hvað segjum við? Gústi, þeir megi alveg skjóta betur á markið til að fá reboundið. Þetta er alltaf eitthvað... Það þarf eitt af markið, það má alveg bara vera niður í. Þetta er alltaf eitthvað rosalegur headhunter hérna yfir markið og þeir er alltaf að sækja hann út aftur. Jói Leifs fyrsta lína er að koma inn á. Bara hitt á markið og kemur skotið sem að er blokkerað enn eitt. Og Gunni Ara heldur sinni. Andri Mikals og Jói með hann að það. Jó Leifs. Gunni með skot og Atli sá hann ekki. Og varnarmennir kom honum upp. Góð sending á gól. Pökkarnir lausa þetta. Flott skot. Það er þvílíkt að blóstra núna en það fyrsta lína. Full pressa. Jói. Andri rétt frá hjá markinu. Nær ekki alveg að koma honum á markið og tripping, dómur, ákveð. Er það Markus sem er að fara í bóksið? Já. Gunni hvetur hérna áhörundur að láta í sér heyra. Já. Ég styð það. Nei, það er Heiðar Gauti Jónsson sem er að fara í bóksið. Heiðar Gauti, hann er að fara í bóksið fyrir á. Ég get svarið. Nei, það er S-eringur, Markus Máni. Herri, strákar, það er ekki nóg með að stelpunum sem horfa okkur í Mexiko, heldur er Biggi Sveins að horfa okkur í Perú. Þetta verður ekki betra. Áfram með smjörið, eitt skemmtilegasti leikur. Úrslitakeppninnar er rúmlega hálfnaður, 3-3 er staðan. Algjörlega í jafnum þessi leikur. Önnur blá lína inn á fyrir SA. Já. Er að spila Nóðmur hana. SR kemur hann út fyrir, Unnar með hann. Atli yfir á Unnar með hann. Unnar leggur í hann, Unnar fer yfir bláu línu inn í sóknarsvæði. Já, still upp. Þeir verðast bara að ná að stilla upp. Atli, hún langar alltaf að skjóta. Robert. Vantar svona að þeir eru ekki konið með fullt valda á þetta. SR-ríkarnir pressið og aðeins hann áður en ná að stilla upp. Unnar. Og kemur Atli skotaminn yfir stöng. Næstöng hérna. Aftur, sending yfir. Baltasar er í skríninu og Andri Sverris líka. Er að spila villta umbrellu hérna. Mjög villta. Nei, og ekki góð sending en Atli kemur hann með Unnar. Unnar, já. Tók hann í lofstast bara. Þannig að þurfti Unnar að bíða eins með skotið til þess að fá skrínið. Jep. En það kom skilfa þá á milli. Já. 1.39 eftir af annar lotu, allt í gangi hérna. Víkingarnir komast tvisvar yfir, S-eringarnir jöfnuðu svo og komu svo yfir og Víkingarnir jöfnuðu svo. Þannig að þau eru búin að skiptast á hérna liðin að setja mörk í öllum regnbogans-litum. Fyrsta lína inn á fyrir SA. Andri og Afi í pressinni. Víkingarnir hafa það. Já, það er að Víkingarnir verðist bara alltaf yfirleitt koma út með pökinn, það er alveg magnað. En Gústi, nú er annað sem við höfum séð þessi leikir. Eru Víkingarnir að spila of fáum mönnum? Já, það er svona... Eru þið komin niður og of fáum menn? Já, þetta er pínu varasamt. Það er vel þriðalóta eftir, sko, glemdi þið ekki? Já. Við skulum sjá. Hvað? Máli... Þú mátt ekki gera mennin of þreytta heldur. Þeir með ekki reyna fyrstu línu. Nei. Það fyrir mikil orka í þetta. Bansi elskar að taka Sorser hérna yfir og þetta er skot á Jakob sem hann ver. Gott kill hjá S-eringum. Ekki mikið komið út úr þessu og það er Gunnlaugur sem hann nær bara skotinu og eru short-handed hérna, klára tæklingun á Jóa Leifs. Gríðarlega vel gert hjá S-eringunum núna í Augnablikinu. Þeir eru búin að salta þetta powerplay algjörlega. Tími rennur út. Já, liðið spila 5. Til liðum.
kemur Markus inn á, hann skiptir strax. Kemur Kári í staðinn fyrir hann. Þá eru liðin 5 og 5. Kári koninn í vörnina. Og... Þeir henda honum út í æsing. Já, Þossi. Tvístrar honum út með rammanum hann. Já. Gústi, hann vantar eitthvað í þetta. Já. Jæja. Þriðja lína er núna komin inn á fyrir SA. Já. Þeir þurfa að spila á þremur, þeir þurfa að spila á Þeir eru konum með Ingvar og Atla núna inn á með þriðju línu. Já. Ég er að spáði hvort að Dóri hefði tóknað þetta inn áránu, ég hef ekki séð hann lengi. Nei. Birkir. Kemur honum. Og Níels með langan yfir á Gullur. Gullur. Nær skotinu. Jakob Verða með blokkannum. Og Níels kemst inn í þetta. Döppar hann bara markið. Kári. Og Lotten er úti. Lotten er úti. 3-3. Það eru Hafþór Sigurjónsson og Pétur Mokk sem skoraði þessari lotu. Og Hafþór er þá komið með 2 mörk. Eins og Axel er líka komið með 2 mörk. Og svo er það Jói Leifs og Pétur Mokk sem eru búin að skora líka. Þannig að það eru þessir menn sem eru búin að skora fyrir liðin sín. Annars mikið, já bara sálfræðistríð og ýmislegt alls konar stríð. Gústi? Já, ég ætla bara að vona að þeir haldi þetta út fyrsta línu með þessa. Það er búið að mæta þetta á þeim. Já, akkurat. Það eru 20 mínútur eftir. Og í svona leik, þegar maður er búin að spila á þessum hraða og þessu stigi, þá þarf maður að eiga no power til að klára þetta. Gulli sagði í byrjun leiks, það lið sem hefur meira þrek er að fara að vinna þennan leik. Og það getur nú verið nokkuð til í hjá honum. Staðan er 3-3, við ætlum að hafa okkur örlítið kaffisopa, komum svo á vörmuspori, farið ekki langt.
Jæja, við erum konur aftur. Það einfallega, ef það verður ekki framlenging og ef það verður ekki vítakeppni og alls konar gullmark og eitthvað, þá eru bara 20 mínútur eftir af seasoninu hjá karlaliðinu. Þannig að það allt undir hérna, bæði liðin, búin að vinna 2 leiki og þetta baráttun að vinna 3. leikinn í úrslitum. Og svo auðvitað samt hellingur eftir í seasoninu. Hvetjum alla til að fylgjast með kvennaliðin okkar sem að keppa í Mexíkó. Já, ég má ekki vera stressað fyrir hinn. Það búið að mæta allt á fyrstilinu þessa. Ég ætla að vona að það fengi sér bara ferskt hrossablóð úr nýslátturinn graðesti hérna í leikli. Já, það ekki... alveg örugglega að fengi sér það í hálfleik hérna strákarnir. Leikurinn hafinn. Það eru víkingarnir sem vinna aukastið. Það veit þá gott. Bjarki. Jónatan. Steinmið. Missir hann. Andri Mikaels. Gunni mætir í það. Andri tekur hann eftir blálínni. Það voru allir andstæðir. Andri með eitt lúmskan yfir að haffi döpparunum inn og Bjarki róar þetta. Bjarki baráttunni. Sölvi við honum. Sölvi baráttu við Jóleifs og Bjarki. Bjarki kemur honum ekki neitt. Hafþór með hann í blás þarna og þá kemur langur pökkur. Pétur pressar Orra. Orri pressar að Pétri á. Orri fer á ferðina. Ennþá með hann. Kemur Orri og hættir á sjálfur. Snýr á sig tæklinguna. Enginn að hjálpa Orra að það. Önnur lína á liðin inn á. Bansi og Heiðar með Orra en Robby ákvað að setja hann á markið en Atli Snær Valdimarsson með þetta. Hann með þetta, það lokaði honum. Já, hérna, já. 3-3 staðan. Áhorfendur bíða spenntir eftir næsta marki. Hvorum megin lendir marki, Gústi? No comment. Það alveg Bjarmi. Yfir á Róbert. Aftur yfir á Bjarma. Bjarmi hótar skotinu yfir á Atla. Atli dregur hann hérna en eins og framhjá. Og gott dropp hjá Níels yfir á Heiðar. Heiðar kemur og Bergþór Bjarmi stöðvar hann að glæsilega á miðjum ís. Bergþór Bjarmi. Koma svo. Sendingu yfir Unnar. Unnar droppar hann niður og Atla losa pressuna. Atli með langan yfir. Balti en Birkir í fanginu. Önnur lína fyrir skiptingu. 3. lína kemur inn á fyrir Essa. Markus. Heiðar pressara. Ævar. Ævar döppar hann út og það æsing. Það æsing. Já. Nú má ekki láta stressi fara með sig. Það þarf að klára leikinn. Fyrsta lína inn á fyrir Essa. Það minnist bara vel á að ef þetta eru stuttar skiptingar, þetta eru svona eiga bara 15-20 sekúndur, mestarlega í 40. Það verður ekki betra. 1000 manns í höllinni, skálmöld í græðunum, Jói Leifs í uppkastinu og Orri dömpar hann minn í hótt. Essa-ringarnir, nei. Jói heldur hún niðri en fær á sig tæklingu og Hökkurinn er svona að falla eins Essa-mann. Megin núna. Jói næstuði búinn að koma. Já, Haffi pressar þetta hana. Jói tæklaði niður hann samt fyrir frámarkið. Markus. Gunnlaugur. Orri hirðar henni. Orri aftur yfir á Andra langan. Kemur hann bara í pressuna aftur. Andri fer inn í hotnið, leitar af sendingu. Eru víkingarnir. Baltasar að koma upp miðjuna. Já, góð sending hann upp miðjuna. Önnur 3. lína er líklega að koma inn á hjá Essa. Ingvar með sendingu á Ingvar. Ingvar ber hann upp. Það er bara sjálfur. Ingvar yfir á Matta sem er blokkeraður af Jónatan. Þarna hefur kannski mátt býða aðeins í skottið þegar Ingvar var á flegi fer hann alltaf að fara í reboundið. Axel yfir á Ólaf. Ormur með hann bak við markið. Ormur hann að tæpur. Ólafur tekur hann af honum. Yfir á Bjarka. Bjarki heldur honum inni. Kemur hættulegu pökkur þetta rétt yfir markið. Guð minn almáttugur. Ingvar náði næstu að grípa hann. Hann fór yfir hanskana hjá honum.
Birkir, kemur honum djúpt, of djúpt. Matti Ólíðarsson, kemur þetta. Þá aðeins að byggjast upp hraði í leiknum. Balti, missir hann. Engin næsing, Baltasar vistur í bökinn. Andri Sverris, kemur honum lúmska fyrir en... Atli Dóri kominn inn á aftur. Kemur skotið. Atli Dennarsson og skýtur og það Atli Snær Valdimarsson í markinu sem að heyrir þennan. Ég grunna Biggi Sveins hafi sendt hann á einhverjar vútubænir og hann Dóra, hann kominn inn á aftur. Það bara svoleiðis. Sennilega er þetta Bigga í Peru og þakka að Halldór Skúlaði mættur aftur. Hann miklu betri í nárunum. Jæja. 16 mínútur, 29 sekundur eftir. Þriðja lota. Allt í járnum. Gunnar í pressunni. Heiðar dömbar honum að 2-1. Úff, 2-1, Níels og Kári Unnar að það mjög duglegur að skauta heim. Góður Unnar, vel Unnar stoppaði þetta. Ótrúlega duglegur. Þessi einhvern stillir við skot. Kemur skotið og Jakob missir hann en pörkurinn laus hann aftur. Og kemur tækling hana. Atli Dennarsson ekki tilbúinn að hleypa Káraðinn inn í slottið og það dómur. Þetta dómur. Atli. Já. Hann rekkur hann út af fyrir að kýlta hann með markið. Það bannað að setja nefan í hausinn á mönnu. Það allt til að ítíð á hann. En hálffinnski Atli Dennarsson að fara í boxið hérna og þetta getur orðið dýrt, Gústi. Þetta getur orðið dýrt. Já. Og einn stórhættulegi Axel Orogan, hann kominn inn á núna. Ætlar Axel að setja þriðja markið sitt, taka hattatrixið. Eða verða það Víkingarnir sem að standa af sér þessa pressu? Nú eins og spurninga hvort að SA-menn geti verið hápressa bökkinn á öðrun á að stilla upp. Nei. Sölvi. Losar hann niður, Kári missir hann, kærleysisleg. Bjarki dömbar honum niður. Og Ólafur. Orri hammast í honum þarna. Ólafur losar hann aftur. Sölvi, tæklaður. Sölvi. Þvílíkt flott vinna hjá Orra. Orri kemur honum út fyrir. Og Gunnar þarna, þeir bara... Axel. Tækla á þarna. Þetta sem ég vil sjá, þeir ekki konum með vald á pökkina, þeir pressið á. Axel leggur í hann. Víkingarnir. Hendur honum inn í horn. Úff, þetta hættulegt. Pökkurinn er bak við markið, Ormur með hann þar og hendur honum út. Unna pressar Bjarka. Bjarki snýr hann af sér. Já. 1 mínúta lifir af powerplayinu hjá S-ringum. Þeir eru rólegir hérna. Óþægilega rólegir. Jónatan. Leggur á stað með hann. Tekur langan. Nambi sefnaður. Það Ormur sem hirðir þetta upp. Dömbar honum inn. Víkingarnir klára skiptinguna sína. Fáar ferskar lappir inn á Jónatan. 40 sekúndur eftir að powerplayinu. Heiðar leggur með hann. Jónatan með misumlega sendingu. Færist í löpunum á sér. Úff, tæpur maður. Muna engu þarna. Og þá það Matti. Nei, það Slass. Já. Slassar hann á kilunni á Matta. Ævar Þór Arngrímsson á leið í boxið hérna. Hann heitir ekki Þór Arngrímsson, hann heitir bara Ævar Arngrímsson. Og þá verða liðin 4 á 4 í 26 sekundur. Atli Dennarsson ennþá í boxinu. 4 á 4. Þá meira pláss til að gera eitthvað, Gústi. Já, ég sé að þeir eru með fyrstu línu núna inn á. Andri hvílir núna augnablik. Þau eru 4. Jói Leifs á móti Ormi. Jói blómstrar oft þegar meira pláss á ísnum, eins og þið sjáu hérna. Hann spinnur sig í gegn og... Jói Leifs yfir á Gunni! Rétt fram í markinu. Eða hvort þetta var að sending og Happa fjæstak, ég veit það ekki. Gunni feitir hann á markið. Já. S-ringarnir losa þetta, klára skiptinguna sína, ferskar lappir. Með ekki skipta. Það búið að loka skiptingarnar. Sindri lokar á skiptingarna.
S-leikarnir með skipta. Það er bannað að skipta þegar menn skjóta á böknum yfir til að tefja. En þá 4 og 4. Já, hérna. Mark núna fyrir annarkvort liði er mjög dýrkeypt. Það styttist í lotunni. 2 sóknarmenn á annarri línu og 1 á þriðju línu og svo er Orri Blöndal varnarmaður. Með 3 sóknarmenn og 1 varnarmann. Annað kemur Atli inn á. Orri verið í skiptinguna. Atli á ferðinni. Vel gert Atli. Róvar það niður. Yfir á Róbert. Atli fær hann aftur. Atla langar alltaf að rífa hann inn að marki. Unnar með honum að það. Unnar á Atla. Atli hótaði skotinu. Skýtur og að... Nei, Atli Snær Valdimarsson er með þessi skot. Já, ég vil sjá pökkinn svona ef það er þetta komin og með ristum og bara þá séu ekki maður að setja kilvu í hann á leiðinni. Það er eitthvað að vera hann á milli. Við viljum fá reboundið. Nákvæmlega. Og það eru allir að drepa spenningi hérna. Öll höllin, allir sem eru að horfa. Hallur Árna, Biggi Sveins, Aron Levi, Gummi Steinsen. Allt gengið. Fyrsta lína komin inn á Jóessa. Allt gamla gengið. Með lummin í buxunum. Hvaða lið skora næst? Gunni tætir hann að markinu og skýtur hann. Það er blokkað að Bjarka. Og Heiðar dömpar hann út fyrir. Orri. Og það er Ólafur sem er felldur. Óli, hann heldur áfram. Það er dómur. Já, og þarna kemur dómurinn. Og Joe Leifs, hinn dagfarsbrúði íshokkímaður Íslands, er á leiðinni í boxið fyrir tripping sennilega. Það var svo sem... Já, hann detti bara, missi jafnvægið kom. Já, en þú veist, ágætlega bjargaði hann líka. Það er ekkert grín að missa Ólafur Nei, hann varð að stoppa þetta. Það er betra að taka 2 mínútur á hana heldur hann að leipa honum í gegn. Þó Jakobs er góður. Yes. Í markinu. Já, nú er aldeilis verið að mæða á fyrstu línu varnarmönnunum, Gunna og Orra. Já, við sögðum þetta. Það verður kraftaverk að þeir geta klára leikinn á fullu röri. Ég er samt ánægður að sjá Birki hann inn á, hann er duglegur í pressu. Já, það er sprauta í honum. Það ættu finna fyrir sér að þeir hafa ekki vald á böknum. Enda svo hann á móður sinnan. Kári reynir setningu og hann er inni! Það er Kári sem að kemur hann upp í markið! Já, hérna hér upp úr engu! Stimpill yfir þessu. Það er ekkert annað. Þetta er þung. Kári Arnarsson er að koma S-eringum í 4-3. Döfum mínir og herrar. Þetta verður dýrkeypt. Hvað ætla Víkingarnir núna að gera til að svara þessu? Já, hérna. Reynir sendingu þarna fyrir. Klárar svo bara næri pökkinn aftur og setur hann alveg út í stöng. Já, þeir verða að halda áfram að spila á línunum sínum, bara að halda áfram að spila hana leik sem þeir eru búin að gera. Og ekki missa móðinn. Hvað segir þú, Gústi? Er titilleiðin í suður? No comment. Einmitt. Áfram með spörið. S-eringarnir eru komnir yfir. Tíminn vinnur með þeim núna. Nú þurfa Víkingarnir að svara. Pétur leggur í hann fyrir hann inn. Liðin eru, næstu því. Þarna sérðu hvað hann er lúmsk, hann setur hann að... Já. Hann setur bara þéttingsskot í kilvu á manni sem breytir stefnu. S-eringarnir eru náttúrulega betri þess en við. Allar er múin að vera að skila þessi leiknum. S-eringarnir eru konni í powerplayina núna. Hvað verður úr þessu? Það er powerplay. Jói Leifs er í boxinu. Ólafur og Heiðar í uppkastinu. Stúkan er Víkingamegin. Markatalan er S-megin. Gunni. Rífur hennan út. Hreinsar þetta. Atli. Hirðar hann upp. Axel liggur ekkert á. Þeir þurfa ekki eins og að fara í sókn, Gústi. Þeir gera það nú samt. Og Sölvi
kemur á ferðinni, tæklaður af tveimur hana. Bæði Heiðar og Orri Blöndal ná í axlina. Já, þetta var flott hjá Orra, hvernig þarna fekk hann svæði sem hann vill fá. Nú var sterkinn var stýrt með frá rammanu. Ólafur kemur hann djúpt þarna, pressan Gunni reynir að koma honum út. Kári, markaskorari, með hann, rólegur bara, yfir á Sölva. Hvað gerir Sölvi? Sölvi yfir Óks! Munaði engu þarna maður. Þetta ódýr varnarvinna þegar hann kemur hann. Þetta ódýr varnarvinna. Já, munaði engu þarna. Ég skil ekki eftir hattatriksi. Þeir eiga bara að vera með aðra línu inn á þetta í þessu powerplay því að hún svo helviti hörð. Já. 4-3 fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Nú Unna komin inn á í powerplayinu á svona Atla, þeir eru í annarri línu. Gunnlaugur yfir á Þorgils. Gunnlaugur, kemur þetta, Jakob nær hanskam nýjan. Pétur Mók, hirðar hann upp, en kemur hann. Já, þetta dýr, þá Unnar. Hvað gerir Unnar Rúnarsson? Hann kemur og setur hann yfir og tæklaður. Ekkert á þetta. Munaði litlu þarna, Unnar næði að jafna þetta í 4-4. 15 sekundur eftir þessu powerplayi. Já, það hefur verið rosalega há short endar að hana. Unnar, duglegur, gríðarlega, tekur þriðju tæklinguna hana og heldur áfram. Það hitt í honum, hann ekki sáttur við þetta. Það dómur og í boxið að fara. Það var bara báðir í boxið. Svoleiðis, Styrmi Steinn Mók að fara í boxið. Já. Og interference. Og kýling. Röfing. Sjáum þetta dett upp á töfluna hérna. Jói Leifs á ennþá eftir 10 sekundir í boxinu. Og Styrmi Steinn Mók fær hann á 2 mínútur. Og hvað? Býtum nú við. Það eitthvað sem passar ekki inn á töflunni. Sjáum hvað þetta gerir. Að fá dóma þarna. Það má alls ekki missa þennan leik í einhverja dómarasósu hérna, hann nennir enginn að horfa á það. Nú erum við bara að halda áfram með smjörið. Víkingarnir allavega 3 inn á. Taflan segir eitthvað lítið. Unnar Rúnarsson komin í boxið með 2 mínútur allavega. Ég sá Styrmir Steinn Mók var í boxið líka hinum einn. En leikmann númer 11, Styrmir Steinn Mók, fær 2 mínútur fyrir Röfing. Á sama tíma Styrmir fær 2 mínútur fyrir Röfing. Leikmann númer 28, Unnar Rúnarsson, fær 2 mínútur fyrir Röfing og 2 mínútur fyrir Crosscheck. Akkurat, það er svoleiðis. Unnar fær 2+2 og þá er það að sitja maður með honum í 2 mínútur. Þannig að
Mér sýnist Birkir Einarsson sitja með honum. Hinum megin. Þannig að í boxinu hjá SA eru Jói Leifs 10 sekundur eftir, Unnar og sennilega Birkir að sitja 2 mínútur fyrir Unnar. Þannig að þeir eru 3 í boxinu. Hinum megin það Styrmir Mokk. Þannig að þetta orðið kokteil hérna. Og eins og vinnur okkar Hallur Árnason sem segir hvað verið að dæma menn í boxið? Er þetta ekki úrslitaleikur? Ég verð að vera sammála honum, Gústi. Það þýðir ekkert að vera fleiri mönnum í boxi núna, en er enginn að horfa á það sko. Nei. Ha? Við þurfum menn inn á til að... Nei. Herru, það er 5 á 3. SR-ingarnir eru 5, Víkingarnir eru 3. Já. Þá taka þér flautu sóló hérna á dómaraboxinu. Já. Stúkundar eru fannar að kallast á hérna. Áhorfendur. SR-ingarnir eru hressir í bili. Þeir eru yfir 1 marki, 11 mínútur og 9 sekundur. Lifa af 3. lótu. Eins og þetta lítur út núna, þá er Íslandsmeistaratitilinn 2023 á leiðinni til Reykjavíkur, Gústi. Hvernig finnst þér það? Eins og staðan er núna, já. Hvernig finnst þér það? Íslandsmeistaratitilinn yrði af heiman hérna næsta árið. Já. Þetta er bara svo að senda börnin sín í heimavist. Já, bara mjög sjálfgætt. Það er bara svoleiðis. Það er ekki gott, en megi betra liði vinna. Og Víkingarnir í bullandi vandræðum núna. Þeir eru að spila 3. Og það eru fáir eftir hérna inn á. Axel, Ólafur. Tíminn fer ekkert í gang. Og Axel býður yfir á Kára sem að skýtur í gegnum klófið á Jakob. Það var í stöngina. Vá, sem var tæpur maður. Kári, heyrðir hann upp. Jói komur inn á... Víkingarnir eru 4. Það var powerplay. SR-ingunum liggur ekkert rosalega á. Þeir taka hérna langa D2D. Og svo kemur fallið sending yfir á Ólaf. Ólafur kemur hann bara djúft. Hokki 101 hérna. Ætlaði að koma hann bara djúft. Rimma hann inn og Kári kemur sóta hann, en hann var aðeins og snöggur. Og... ég get sagt þér að Biggi Ágústar biður að heilsa, Gústi. Það er ekkert annað. Kennedy bróðurinn sem fann upp hokkið og Akureyri fluttinn fyrstu skautana á Kilvundar. Og við biðum að heilsa honum. Já, við biðum sjálfsögðu að heilsa Bigga. Mikil meistari. Hann segir að kom ekki til greina að Biggar að fara í suður. Jæja, áfram með þetta. Axel, langur yfir á Kára. Kári kemur hann djúpt. Þeir eru ekki að dömpa honum á marki eins og það verður að gera. Flott á tæklingu. Sölvi, yfir á Ólaf sem að fær tæklingu. Kemur yfir á Kára. Kári, aðeins nær hann ekki og Orri klárar hann og tekur hann næstu inn á varamannabekkin. Já, þetta vil ég sjá. Ég vil sjá menn hérna. Þeir eiga að vera hræddir við að vera með bökkinn. SA-menn verða að látið að vera bara fullmikið. 10 mínútur eftir af lótunni. 42 sekundur lifa á powerplayinu. Unnar er ennþá í boxinu. SR-ingarnir á að hafa vilja Matti klára þetta bara með tæklingu. Orri. Hann er enn einn tækling. Orri, hann er bara í vígahug hérna. Orri og Unnar búin að vera til fyrirmyndar en að klára tæklingar sínar. Það er fleiri. Takk átt svona til fyrirmyndar. Gunni Ara með einn viltan. Skaut inn í viltan vestri. 15 mínútur eftir að powerplaya SR-inga. 15 sekundur. 15 sekundur á. Já. Haff er að tefja. Og þá er Hafþór Sigurjónsson í baráttunni. Koma SR-ingarnir. SR-ingar leggja 3 á 3 inn fyrir bláu hérna. Bjarki. Jói stelur. Jói stórhættilegur með hana. Kemst á ferðina. Jói, 1 á móti 4. Ingvar með hann á fjarstöng. Jói stendur upp í tekningunni og hvað? Hann er tekinn bara... Ingvar er tekinn á markið. Ja, þetta var Jói, hann var tekinn á markið. Hann var tekinn bara, tók hann á neðalega. Já. Já, ég trúi ekki öðru. Hallur Árnason spyr hvenær SR vann þetta síðast. Ég hef ekki hugmyndu það, svo langt síðan. Ekki hugmyndu það. En IH Ísafirði í dag hafa verið 10 ár síðan að úrslitaleikur hefur farið í 5. leik, Gústi. Þannig að það er alltaf langskemmtilegt að fá til 5. leik. Já.
Og nú það, ég segi að skrifa, nú það 9 mínútur eftir, nú fer Gulli Mölli, við hérna þjálfari S-eringarna verða hættulegur. Nú fer hann að koma með réttu triksin, nú þarf að vera klókur. Styttast í, hann getur verið að dömpa bekkinu bara alltaf út hérna. Núna þurfum við að vera klókir. Já, ef að S-eringarnir eru klókir núna, eins og þeir hafa verið að gera, þá geta þeir unnið þetta. Þetta ekki 2 mínútur? Nei, hann touch. Birkir skaut í mann og útaf. Annars verður þetta 2 mínútur. Hvort liðið klókara núna, Gústi? Það bara svoleiðis. Tæpar 9 mínútur. S-eringarnir leiða með 1 marki. Ef þeir eru klókir, þá náður að halda þessu. Ef að Víkingarnir eru nógu klókir, þá náður þeir að jafna þetta eða vinna þetta. Andri Sverris. S-eringarnir verða, S-amenn verða duglegir núna bara í fortekinu svo það ná ekki að hreinsa og hreinsa. Já, sko. Það aðeins farið að hægjast á okkar mönnum. Það að skauta hérna í vörð, það bara svimir hérna á dólinu. Heiðar Kristinsson kemur og skotið þarna Gullur Atli. Já, bæði lið skipta. Atli býður. Fær ferska lappir inn á. Svo kemur uppspilið. Atli leggur á stað með hann. Yfir á Fjarstöng langar. Já, þetta er góður. Og Matti komur á Fjarstöngina. Nær ekki í sendingunni þarna. Hann aðeins og langur. Gott hlaup þetta hjá, gott skaut hjá Matta. Kom á flegi fyrir á Fjarstöng. Gunni, skilur hann eftir við Rorra. Orri. Og Orri yfir á Mattías. Mattías dömpar honum inn. Heiðar hirðir hann upp. Heiðar býður. Kemur ekki sendingin út á bláu. Gunni Ara rífur hann þarna upp í netið. Hann fór í kilvuna hjá Styrmi og... Já. Það svoleiðis. Það bara svoleiðis. Fyrsta línan komin inn á fyrir þessa. Já. Já, þetta bara þannig. Áfram með smjörið. Í uppkastinu, Ólafur og Jói Leifs. Óli ekki múin að tapa uppkast í allan vetur. Sjáu þetta. Fylgist þau með þessu. Ótrúlegu maður, sjáu þetta. Hann tapar bara ekki uppkasti. Nei, minn. Hvað segir Gústi? Mistur þú málið? S-eringarnir dömpa honum út. Æsing. Gústi, þetta er klókt. Þetta eru 20 sekúndur. Já, þetta er líklega bara að segja núna. Hægt dömp eru 20 sekúndur. Þú veist. Nú við þurfum eitthvað að fá svar frá Víkingunum. Þeir eru stórhættulegir með þessa línu inn á. Ólafur og Jói. Óli tekur þetta. Orri heldur honum inni, fær tæklingun á sig en kemur honum samt djúpt. Og Andri Mikaels ætlar að koma honum yfir að haffa en nægir ekki, drífur ekki allar leið. Bjarki dömpar hann á manna með bakhöndinni. Jónatan í baráttunni og Ólafur. Sendingin í gegnum allan pakkan og Gunni með yfir Jói Leifs. Jói Leifs tæklar Ólafur. Tími líður, 7 mínútur eftir sléttar af leiknum. Hvað verður svarið hjá Víkingunum? Þriðja lína inn á fyrir þessa. Já. Rock'n'roll hockey hérna mikið. Þessa þarf að reyna að vinna svæðið með pökkinn og koma honum í spil. Bæði liðin eiga eftir, gleymið þið ekki, eftir timeout. Bæði lið. Sami Kóti Lettinen og Rúnar F að fara að kokka eitthvað upp, taka leikhlé. Eða að það að spila áfram rock'n'roll hockey. Þarna kemur Unnar. Taka 4 mínútur refsingu. Já, dýrt að missa Unnar út af. Hann og Orri búin að vera duglegir inna. Nú kemur önnur lína inn á fyrir Essa sem er búin að standa sér raunverulega frábærlega í þessum leik. Þá kemur pressan. Bjarmi. Gefur hann meginn fyrir og tekur tæklinguna hana. Hvað verður úr þessu? Unnar, stórhættulegur hana. Unnar með skotið og Atli klessir hann út við stöng alveg. Lokar með öxlinni og nær að halda þessum frá
Þá kemur djúpur pökkur. Atli Dennarsson hirðir hann upp. Sölvi í baráttunni. Atli kemur honum áfram. Yfir á Róbert. Bjarmi skilur hann eftir. Róbert aftur fyrir. Atli smá vandræðum hana. Og kemur en enginn hana. Unnar upp í slottinu. Unnar yfir á Andra Sverris. Já, Andri Sverrir og Robby hætti við, fór í skiptingu. Miskilningur hana, Pétur Mokk, Bjarki. S-sendingarnir með ríkrúking. Já, S-sendingarnir, Bjarki. Bjarki, það er touch en segja að Bjarki sé að tefja tíman, þannig að þetta fer yfir. Uppkastið. Nei, ok, dómarinn benti yfir, en hann fer ekki yfir. Hann fer út fyrir bara. Þetta pínu erfiðar skiptingar á S-a þegar S-sendingarnir eru með pökkinn inn í eigin varnarsvæði og við þurfum að og þeir bara geta komið inn á hérna, bara mannskapurinn er ekki inn á hjá okkur, skilur við. Nei, hvað erum við að gera í stöðunni hérna? Hvað er planið? Þetta er svona að vera aðeins að tímasetja skiptingarnar. Er það... Andri endur hún inn í gagnstætt. Er planið ekki basic? Ég læst og inn krigis pleysið það? Ólafur með klókan. Dömpar honum yfir. Gunnlaugur pressar á þetta. Víkingarnir eru trekk í trekk að sækja pökkinn yfir í varnarsvæðið sitt, sem er dýrt, sem er erfitt, sem tekur mikla orku núna. Jói stingur sér upp á blálínuna hérna aftur fyrir vörnina. Gunni með langan á Jóa. Hvað gerir Jói? Já, þetta virkaði næstu því, en Jói kom hann samt yfir fyrir, stígur mannin út og heldur honum ekki. S-sendingarnir. 1-1. Kemur Lapatrix þarna. Pétur með skotið yfir. Vá, þessi var... Það var góð sókn á S-sendingum þarna. Já, Ingvar tæklar þarna niður Gunnlaug. Þá kemur sendingin yfir. 4 mínútur og 30 sekúndur eftir. Það er 4,5 mínútur eftir. Birkir með þetta og Heiðar fyrir pressun og Arnar nær honum hérna megin. Eru S-sendingarnir nógu klókir til að halda þetta út? Sjáu þið, þeir eru fannir að gera þetta og svo kemur dömp. Sjáu þið, þetta kallast að vera klókur. Tefja tíman, ekkert annað, sérðu. S-a dömpar hann með fyrir skiptingu. Tefur tíman, þeir eru búin á 1 mínútu niður. 3 mínútur, 59 sekúndur. Herðu, á. Uppkastið fer yfir, S-sendingarnir með ekki skipta. Vá. Eru Víkingarnir okkar að fara að tapa hérna aftur á heimavelli fyrir framan tróðfulla höll. Er það staðurinn málsins, Gústi? Ég veit það ekki. Nei, ég vona ekki. Önnur lína er inn á fyrir S-a, ég sé að Halldór er inn á fyrir Bjarma núna. Æja. Andri Sverris. Andri ennþá með hann. Dömpar hann á Unnar. Unnar yfir og á Halldór Skúla sem er komin inn á. Robby yfir á Atla. Atli kemur með lúmskan þarna í gegnum hauginn en Markus Verda. Og þá er það Unnar. Unnar kemur hann á djúpt. Andri Sverris hirðir hann upp. Andri Sverris snýr sem mannin. Andri ennþá með hann. Nei, kemur hann á Atla sem snýr sem mannin. Atli. Fleiri mennir í slóð. Það vantar einni aukaðinn. Það er engin umferð og Atli Verda. Birkir reynir að hreinsa, já, hreinsar hann út. Víkingarnir klára skiptingu, S-sendingarnir klára skiptingu. 3 mínútur, 18 sekúndur. Þetta er æsispennandi. S-sendingar leiða, við þurfum mark frá Víkingunum. Jói lætur hann fara og það er æsing. Vá, þetta er dýrt maður, þetta er dýrt. Og hvað er planið? Mér syns vera eitthvað panikplani á þjálfurunum. Já, þetta er, já. Æja, við þurfum eitthvað plani í það. Jói Leifs, vinnur uppkastið, vel gert Jói. Gunni kemur. Gunni dömpar honum. Haffi fyrstur á þetta, ekki æsing. Haffi heldur honum. Andri með honum. Andri kemur, klára tæklinguna. S-sendingar reyna að dömpa honum út. Heiðar kemur honum ekki út. Jú, kemur honum djúpt, tæklaði svo að Haffa. En þetta er æsing, 2 mínútur og 47 sekúndur. Svona vinnar þetta 20 sekúndur.
í einu, rólega. Við þurfum mark. SA þarf að jafna, en gleymum því ekki að það voru 1 mínúta og 39 sekundur eftir þegar að SR-ingar jöfnuðu síðasta leik og unnu hann sömu gullmarki í framlengingu. Svo sannarlega. Það er nóg eftir samt. Fyrsta lína ennþá inn á fyrir SA. SR-ingar vinna þetta. Komur á djúpt, Níels pressar á þetta. Níels er ennþá með hann. Níels er felldur, dómur, Hafa. Hafi fær dóm. SR-ingar ná skoti. Og Andri þarf að toucha hann. Andri nær ekki toucha hann. Jú, nú dæmaður, Jói Leifs komið með hann. Og það er dómur. Það er dómur. Þetta var skrítið. Haffi var allan tíma einhvern veginn að losa sig af Níelsi og búinn að sleppa Kilvun og allt, en fæs hann dóminn. Og Birkir og Níels hérna leik á stúkuna. Það er nóg SR-ingum í stúkunni sem er að fagna með þeim hérna. Ég veit ekki hvort það er svona klókt hjá Níels að klemma Kilvunar þegar svo allt innu sleppir eins og Haffi sé að halda. Yes, Öri Bob. Öll triksin í bókinni. Yes. Það munar einu marki á liðinu, staðan er 4-3. Og það var Kári sem að skoraði 4. mark SR-ingana upp úr engu þarna. Og Axel og Kári út á bláu línunni fyrir SR. Víkingarnir í vandræðum. Ólafur. Axel skýtur og það er touch þarna. Sölvi nær að slá hann niður. Já. Kári. SM-menn með ekki láta að vera. Yfir á Ólaf. Ólafur. Þeir verða að hreyfa sig. Axel skýtur í öxlina á Ingvari. Sá ekki vera á leiðinn. Öxlinni 2 metra hæð á Ingvari. Ólafur. 1 mínúta og 54 sekundur. Mjög alveg sallaslakir núna með böggin. Tíminn vinnur með reykingunum. Axel, tætir bara inn á miðuna. Klára skotið og... Nei! Það er Sölvi. Það er litum það fyrir honum, flott hjá honum. Þeir eru búin að vera í sókn. Allt powerplayið. Já, og þeir taka skynsuminn á þetta. Bakka bara út úr þessu. Klára skiptinguna. Þeir eru henni gefa... 1 mínúta eftir að powerplayið. Vá! Já, þetta er... Ætla Víkingarnir að geta að pressa á þetta. Nú er Orri Blöndal kominn inn og gæmi mér ekki ávart að ég sæi eina tæklingu núna hérna. Orri býður alveg eins og veiðimör að býða eftir bráð. Það munar 1 mínútu að byggarinn sé að fara til Reykjavíkur. Orri Blöndal. Hann er með hann. Orri fer á stóru ferðina, missir hann hana og Ólafur er skynsamur. Dregur hún þessu, tefur tíman. Sendingi verið á Gunnlaug stýr við. Eru SR-ingar að landa titlinum hérna. 22 eftir að báfleginu. Vá. Andri Mikaels. Jói Leifs með skotið og allir verða. Fílíka skotið á Jóa. 40 sekundur lifa. Andri Mikaels. Víkingarnir púla markmanninn. Jakob er komin út af. Víkingarnir spila núna. Og svo er maðurinn þeirra að koma inn á. Núna. Gunnlaugur. Víkingarnir spila 6 og 5. Hafþór Sigurðsson kemur inn á. Dömpar út, Jói með hann. 21 sekund eftir. Vá, spennandi svakaleg. Allt að gerast. Kemur inn á Andra Mikael sem að sendir yfir á. Unnar Rúnarsson kemur hann á. Allir inn á verjan. Og það er stopp, 10 sekund eftir. Hópslagsmálina, allt í kássu. Styrmir og Unnar Rúnarsson og Hafþór eru þarna og Kári undir hrúgunni. Það eru 10 sekundur sem lifa lótunni. Víkingarnir voru að púla markmanni, voru 6 og 5. Já, þetta var færi hérna sem við þurftum, en því miður þá bara skoruðum við ekki. Unnar Rúnarsson fekk 2 færi að í restina, var svo tæklaður og svaraði þessu fyrir sig. Ég veit ekki hvað verður úr þessu. Eru Víkingarnir að fara að jafna þetta á svona 10 sekundum eða eru SR-ingarnir að fara að vinna þetta? Kári, markaskorari, er á leiðinni í boxið. Unnar Rúnarsson fer í boxið líka. Sennilega báði fyrir röffing. Það voru fleiri í haugnum. En Hafþór Sigurðsson er á leiðinni í boxið líka. 10 sekundur.
10 sekundur og það alltaf skeið. Gulli algjörlega að setja sínum reglunar hérna. Já, hann búinn að fara yfir þetta sko. Skref fyrir skref hérna. Gulla, skilurðu. Það var eins og væru bara ekki með eina lausnir eins og við segjum bara í Íslandsmótinu sjálfu. Þeir unnu 1 leik af öllum leikjunum við Essa vann allan einn. Og það var eins og Gulli væri þá ekki endilega með eina lausnir á þetta á. Nei. En hann nú aldeilis búinn að sitja yfir kokkabókunum og hann var að skipuleggja til þaula núna, en það líka eitthvað að gerast á bekknum hjá Essa. Sammy að teikna einhverja rosalega finnska múfu þarna. Ullasokkurinn að setja núna eitthvað svakalegt kerfi í gang. Hvað geta Víkingarnir gert síðustu 10 sekundur leiksins? Ætlaði að byrja með Jakob Jóhanns. Já, Jakob byrjar út af. Það enginn í markinu, þeir hafa enga að tapa. Skiptir ekki máli hvort þeir tapa með 1 eða 2. En það verður nóg af mönnum. 1, 2, 3, 4, 5. Þeir eru með menn í boxinu. Hafþór Sigurjónsson og Unnar Rúnarsson í boxinu. Hinum megin Kári í boxinu. Þannig að þetta eru persónulegi dómar fyrir röffing, þannig að liðin spila 5 og 4, en Víkingarnir eru með 1, 2, 3, 4, 5, það eru með 6 persónulegi dómar. Það að reyna að freista gæfunar hérna. Já, takk. Ólafur í uppkastinu fyrir S-eringa og takkið nú eftir. Nú skiptir máli, þeir eru 10 sekundar eftir að vinna uppkastið. Og ef það er einhver sekundur vinna uppkastið núna, þá er það Ólafur fyrir S-endinguna. Hann er búinn að gera þetta alveg. Já, ef hann vinnur uppkastið, þá er þetta búið. Já, það er bara málið. Og nú eru það dýrt. Það er svoleiðis. Vá! Ólafur á móti Jóhannes. Hvað geta það gert? Jói tekur uppkastið, Gunni. Og Gunni skýtur. Gunni hirðir hann aftur. Sendir hann inn. Og búið! Skautafélag Reykjavíkur tekur titilinn 2023 með 1 marki í innmannum. Uppreisa S-eringa. Vá! Þvílíkt og annað eins. Þvílík endurkoma hjá liðinu. Úff! Unnuð það fyrsta leik. Essa tekur svo næstu 2 S-eringar. Tekur svo 4. leikinn í Reykjavík og kemur hingað í gryfjuna og sækir annan sigur. Og það er ekkert annað. Já, þeir hafa þvílíkt hérna risið upp í þessari úrslitakefni, ég verð bara að segja það. Frábær spilamennska, klókindi og litlu hlutinni sem Gulli fór í að vinna í hérna í byrjun úrslitakeppninnar sem voru ekki að gera á miðjusísoni. Hann fer í að vinna þessar smá hluti. Þetta eru blokkeringar, þetta eru uppköst, þetta eru einfaldar hraðarskiptingar. Skottunarmarki oft bara í kilvu, já, þeir eru bara mjög snöggir. Þeir eru sjaldan að skjóta svona bara á marki þegar enginn rebound að kilva til að spegla bekki. Þannig þeir eru greinilega búin að vinna í þessu öllu. Akkurat, missa Axel hérna út í fyrsta leik. Hann spilar ekki annan leikinn, kemur svo hérna og er hetja þeirra í rauninni. Þó að Kári skori 4. markið, þá er Axel allt í öllu hérna hjá þeim. Framan af leik, skorar fyrstu 2 mörkin. Ég ætla bara að óska S-eringu til hamingju. Innilega til hamingju. Til hamingju S-er. Já, og bara, ég tek hattinn ofan, það er gaman fyrir flatlendingarna, vini mína. Gummi Steinsson, Átni Bernhöft, Helgi og Hallur og allir, James Divine og allir þessi flatlendingar. Innilega til hamingju með S-er. Þetta er frábært. Fyrir frábært sér íþróttina í rauninni, þó að þetta sé leiðilegt fyrir okkur innbæðingarna. Þá eru S-eringar vel að þessu komnir. Þeir börðust. Gulli sagði hérna í byrjun leiks, liðið vinnur sem hefur poweri til að klára leikinn og S-eringar höfðu það. Og það er Helgi Vafasami, vinur minn, stórvinur minn Helgi Vafasami sem að rífur hann í spaðan og hengir verðlaun á S-eringarna. Og hinum megin er það Olli, okkar allra, sem að hengir silfrið á Víkingana. Vá, þetta er svakalegt.
svakalegu leikur, vinst hérna aftur á einu marki og þetta er alvöru. Stúkan fullt af S-eringu sem að lögðu leið sína norður. Þökkum við kærlega fyrir komuna. Gaman að sjá svona marga koma sunnan. Og frábær endir á tímabili fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Íslandsmeistarabikarinn verður í Reykjavík næsta árið. Og þeir unnu fyllilega fyrir því með þessum úrslitaleikjum sínum. Með velplönuðum leik. Baráttu. Áhorfendur klappa fyrir báðum liðunum hérna. Víkingarnir klappa fyrir sínu fólki hérna líka sem er búin að styðja þá dyggilega en þeir náðu ekki að landa titlinum að þessu sinni. Já. Og ég verð að óska Gunnlaugi Thoroddsen stórvin okkar allra hérna og fyrir hönd Magga Finnsnefndarinnar þá verð ég óskar og minnilega til hamingju. Frábær árangur hjá þér Gulli, ánægður með þig, glaður fyrir þína hönd, bara virkilega vel spilað. Klókar en anskotin, helvít skallinn, þessu við köllum hann. Og hérna, við leigum hún samt að gista hjá hérna þegar hann kemur á Magga Finns næst þó hann hafi tekið titilinn en Gulli vel að þessu kominn. Ég spilaði með honum í nokkur ár, einn frábær hockeyspilari og æðislegu félagi. Innilega til hamingju Gulli og innilega til hamingju S-eringar. Og það er Bjarki fyrirliði sem að fara að taka við Íslandsmeistara titlinum og hann er að fara á loft hérna og Bjarki lyftir honum og hann tryllist allt í höllinni. Já takk, Víkingarnir hefur séð nóg, þeir eru farnir, þeir eru búin að sjá nóg. Þeir vita sjálfur, þeir gátu gert örlítið betur en gleymum því ekki að þessi leikir eru að vinnast á einu marki eða síðustu leikirnir og þetta er stöngin inn, stöngin út og í dag var það stöngin út hjá Víkingunum og það eru S-eringar sem fara glaðir í rútuna. Það er svo miklu skemmtilega að fara í rútuna þegar maður er með titil í höndunum heldur en silfrið. Þetta verður auðveld rútuferð fyrir þá. Annars vil ég þakka samstarfsfélögum mínum, EIK félögum
Erum búin að standa sér frábærlega hérna með útsendingarnar úr SA-TV. Takk allir fyrir að horfa. Kæra þakkir fyrir að kveikja á túpunum og nenn að hlusta á okkur. Og þetta jákvæmt fyrir hockey þótt sem leiðist fyrir SA. Og þar með sláum við botninn í þessa útsendingu frá SA-TV. Kæra þakkir fyrir okkur. Elvar Jónsteins, Ágúst Áskrims, þakka kærlega fyrir sig. Góða nótt.